Já, gott kvöld og verið þá velkomin og sæl aftur í stórmeistaramótið. Við erum að fara yfir í 4. lotu núna og við vitum að Dusty og Vega eru komnir áfram. Við erum einnig með eitt lið sem að þurfti að spila fyrr í dag og er búin að klára leikinn og er þar að leiti líka komið áfram. En fleiri leiki ætlum við að horfa á í kvöld og í dag, kvöld verða Þór á móti Sögu. Sæll og blessaður Árni, komin aftur, press og káttur eða ekki, til í þetta? Nýkomin úr lokaprófi og gestumlega brenglaður í hausnum, en við erum mættir. Við erum mættir. Ég meina, er það ekki samt bara svolítið svona refreshing að komast úr bókunum og fara bara að horfa á CS? Já. Nú var bara að ljúga. Já. En þú veist hvað ég meina, þú ert ekki lesandi núna í einhvern bókum, þú farið bara að horfa beint á fyrirgjöf. Hvernig prófið varst í? Þróun hugbúnað, það er bara eitthvað svona... Var það verklegt eða? Verklegt? Já. Hvernig þá? Já, það er góð spurning. Hvernig fær maður í verklegsprófi, ég veit ekki? Ég bara spurði áður en að ég hugsaði, sko. Okay. En veistu, við skulum fara yfir í leikinn sem við erum að sjá í kvöld allavega. Ég veit að þú ert alveg tildulega spenntið fyrir þessu. Þór á móti Sögu. Sko, þetta eru lið sem hafa mæst áður margoft og bæði lið, sko, ég held að fara ekki á milli mála að Þór eiga að vera betra liði hérna núna fyrir framan okkur. En er heimur það sem að Saga dregur þetta alla leiði að gefa þeim slag á móti? Nú, eina sem ég horfa á er að við erum með öðruvísi format heldur en að við sáum það spilast síðast. Þannig að hvort það sé eitthvað advantage þarna fyrir Sögu á móti Þór? Nei, sko, með Sögu er að þeir eru núna með alveg mikið öðruvísi line-up. Ég er mjög spenntur að sjá
hvaða line-up þeir eru actually að fara að spila með í kvöld, sko, af því að þeir, stóra breytingar, ég meina Vargurinn fyrir út og Bitni fyrir út en svo hann aftur inn og eitthvað, þú veist, meira, sko, Skún fyrir út og aftur inn og þannig að það verður mjög áhugavert að sjá line-upi hjá þeim í kvöld og það líka eitthvað svona sem að keyrir þetta kannski aðeins áfram, að þeir eru svolítið hættulegir þegar þeir eru bara svona ekki með eitthvað óundirbúnir og ekkert eitthvað svona að ofhugsa mikið og fylgja bara köllunum hjá ADHD og bara, þú veist, áfram gakk. Svolítið bara fluid í þeim einmitt. Það akkurat svona, þá hópast þeir meira saman og eru hættulegri. Þannig að þeir hafa alveg verið að spila mjög vel á Stormmeistarmótinu líka og eru núna í 2-1 bracketinu. Hún er að sigra 2 leiki, sko, og töpuðu hvort það hafi verið móti Vega. Nei, ég man það ekki. En á móti Þór, sko, þeir auðvitað hafa líka farið í gegnum breytingar og þeir hafa líka verið svolítið inconsistent. Þeir auðvitað áttu erfitt tímabil en áttu mjög góða úrslitakeppni og hafa alveg spilað líka vel í Stormmeistarmótinu og hafa svona verið að ná að halda áfram momentuminu en þeir auðvitað, það verður gaman að sjá hvort þeir séu ennþá inconsistent eða hvort þeir séu aðeins byrjar að slá frá sér. Til dæmis grúttöpuðu þeir einsýnt á móti Hyper en unnu svo seríuna 2-1 þannig að þeir eru alveg búnir að mistiga sig en þeir virðast vera komnir á það stig að þeir eru, þú veist, nógu sterkir til þess að þótt að þeir mistiga sig þá vinna þeir tilbaka. Við tókum eftir því þegar ég lýsti hérna með Tomma þann leik, sko, Þór á móti Hyper og það kom okkur báðum á hvernig einsýntleikurinn fór. Þetta var svona, maður eiginlega vonaðist, sko, þeirra vegna að þetta væri ekki allt sem við hefðu að bjóða og sýndi það sig líka bara strax og við fórum yfir í næstu 2 möpp að þetta var kannski svolítið sterkt lið fyrir Hyper. Hyper reyndu að skrapa öllu sem þeir gátu en náðu ekki alveg að rúlla þessi gegn. En Saga, ég meina þú veist, og ég tek alveg undir það, ég get einmitt séð þá fyrir mig vera svolítið hættulegri með í raunin enga pressa á sér, þú veist, sem að gerist þegar þið eru kannski ekki með svona, það er kannski minni væntingar hjá þeim, það er kannski bara, komust áfram í úrslit frekar heldur en vinnum alla leikina 3-0, en kannski frekar, þú veist, kannski svona meira realistic, við erum í braski með leikmenn hvað við erum að fara að spila með, gerum okkar besta. Og það er engin pressa á þessum orðum. Það er líka, þú veist, þegar þú ert að reyna að spila eitthvað svona aðeins struktúrað og aðeins planað og með liðsfélögum, það er ákveðin tími sem þú ert að leggja í til þess að ná þeim árangri, skilur við. Og þegar þú ert lið eins og Saga, ég meina þeir eru allir orðnir alveg nokkuð gamlir og hafa aðra hluti til þess að gera fyrir utan í lífinu, skilur við. Þannig að þeir ná erfiðlega að komast yfir þann þröskuld. Þú veist, þeir spila kannski mikið einstaklingslega en þeir eru ekki með dagskrá, skilur, sem fitta þannig að þeir spila allir saman og núna einhvern veginn skiptir það ekki máli, skilur. Núna bara spila þeir lús og eru með köllin frá ADHD til þess að svona leiða þá áfram svo þetta sé ekki bara einhverjar hausleysar hænur hlaupandi sko. En það er akkurat svona líka styrkleikurinn hjá þeim leikmönnum sem þar eru, þú veist, Birnir og Vissard sérstaklega. Þú veist, þetta eru gaurar sem eru að fara að brillera þannig. Og það er líka, þú veist, þú þarft ekkert mikið meira í leikjum. Nei, veistu, mér nefnilega svona Sagalið, ég hef hort á þá einmitt sem svona, þú veist, ég nota reglulega öll lið til að lýsa einhverjum hlut eða bút úr face, en þegar ég tala sögu í þessu tilfelli þá er það einmitt að ég held að þessi playstíl svona að midrand calla upp á kollinum sé einmitt eitthvað sem að henda þeim frekar því að það er nær þessum puggy playstíl sem að leikmennir eru svolítið, eða ættu kannski frekar að treysta á þar sem þeir hafa einmitt ekki tíma til að preppa eins mikið á hinliðin. Já, ég man bara, þú veist, þegar Saga voru sem sterkastir og maður var svona hrættastu við þá, var þegar þeir voru, þú veist, mikið að spila explosive og þá meina ég, þú veist, bara sem dæmi þegar þeir voru örugglega eitt besta lið á Íslandi í Anubis. Ég meina þeir voru mikið sem terrar bara Russia B og Russia A bara þannig sé randomly. En það er bara, þú veist, þeir voru með það gott rush og það var svo óvænt að leið það virkar hjá þeim, þá sprengir það alla vörnina. Og það er líka, þú veist, ancient hjá þeim þegar þeir voru ancient liðið og allir byrjuðu að banna á móti þeim. Það var það sama, skilur, þeir rushu alltaf bara B og A og hitta á ógeðslega góða tímasetningar með köllin og allt það, skilur. Þrífa svona í chaosinu. Já.
Þór hinum megin, þú myndir ekki segja að þeir væru svipar. Þeir eru frekar típiski til að setja eitthvað svona dagskráarplan þar sem að þeir eru að ákveða, nú tíminn til að æfa þetta, individual tími, væntanlega þeir líka með 8-16 tíma í það, en verandi ungir strákar og bara búin að gera það nógu lengi, sko. En þeir eru samt líklegir, myndi ég segja, til að leggja inn tíma í að akkurat vera með eitthvað structure til að geta farið aftur af og haft eitthvað svona öryggi. Já, maður heyrir það alveg að þeir eru að æfa mikið og leggja miklar áherslur á þú veist, að læra af mistökum og undirbúa plön og undirbúa fyrir andstæðinga og allt þannig, sko. En það líka, maður hefur séð að þú veist, þegar maður antistratt á móti liði, það alveg ákveðin svona þröskuldur sem þú þarft að passa að fara ekki yfir. Þar sem þú byrjar að fara aðeins of djúpt inn í þetta og þá byrjar að vinna gegn þér, sko. Og ég hef alveg séð nokkrum sinnum í leikjum á þeim að þeir eru svona kannski ofundirbúa sig, ef það meikar eitthvað sens, sko. Já, nei, veistu, ég tengi bara að byrju, þetta fór ekki eins og við ætluðumst í prakkinu. Þeir eru ekki að vilda þig. Getur það verið? Ekki á mér. Nei, ekki á mér. Þú ert dottin út hjá mér. Það kannski einhver, nú, ok. Þá talaði bara skýrt og hátt, en ég vona allavega við höfum stigatöfluna. Ég held við byrjum að henni áður en við förum í liðin sjálf hvaða line-up við erum með. En stigatöflan, hún lítur svona út hjá okkur og þá horfum við á, við færum okkur bara beint yfir í 2-0 seríuna þar sem að Vega og Dusty vinna sikkort Þór og Cool Bears og þannig eru þeir komnir áfram. Svo sjáum við 1-1 og 0-2. 0-2 liðin einmitt var Neisti og Badco sem eru fyrstu liðin til að detta út hjá okkur. Team Liquid og Vata fá að komast áfram og eiga annan séns en nóg eftir þar. Saga var Team Coolbet sem að unnu sögu, ekki Vega. Cool Bears. Cool Bears, já. Einmitt. Og hérna erum við með, já sko, við horfum á hérna fyrir framan okkur 2-1 leikinn. Þar Þór versus Saga, þetta leikur sem við erum að fara í á eftir. En svo eru þessi leikir líka spilaðir fyrir okkur, að vísu Cool Bears búnir að klára leikið sinn en eiga flestir af þessi leikir að spilast í kvöld og muni gerast á meðan að við erum að lýsa leiknum fyrir ykkur í kvöld en ekki allir sem að fara í ganga en eftir kvöldið í kvöld þá verðum við konum með loka niðurstöðu og ætti að sjá það á social media postum hjá okkur en eitthvað þarna sem að kemur á óvart í rauninni sko þegar ég horfi á liðin sem eru komin fyrst áfram. Mér finnst það að vera bara gott að þú ert strax komið 2 sterkustu liðin strax inn og það rauninni, þetta lítur þokkalega vel út svona hvernig staðsetningin á liðunum, hvað var það sítin þeirra? Já. Ertu sammála því? Já, ég myndi ekki segja að það hafi mikið komið á óvart í hvernig leikinu hafa farið hingað til, ég meina maður skoðar, sítlega séð uppsett í fyrstu umferð og Aurora tapar á móti íslenska anime í samfélaginu en hvort það sé, þú veist, raunverulegt uppsett eða ég veit ekki, get ekki sagt það sko, en svo hefur þetta bara, spilað bara nokkuð eins og mátti búast við. Kannski maður hefði fyrirfram haldið að Þór myndi vinna Vega. Já, ég hefði allavega séð fyrir mig kannski 2-1. Já, eða það, já. En á sama tíma þá kemur svo sem ekkert á óvart 2-0 Vega eða hefði það verið Þór 2-0. Þessi lið, mér finnst það svona, þó að þessu bæði sterk, þá getur þetta alveg gerst, sko. Já, þetta bara líka rosterbreytingar hjá Vega, sem að maður svona fyrirfram vissi ekki alveg hverju mátti búast við, en þeir hafa alveg verið að halda formi og hefur ekkert verið að hrjáða og virðist vera þessi breyting, sko. Og já, þannig að við, en eins og ég segi, þá Saga, Þór það bara fyrir framan okkur núna og ég held við fáum bara lið upp annarkort Saga kannski bara fyrst til að vita hver að fara að spila í kvöld en þetta lítur svona út hjá okkur, Viktor, ADHD, Dom, Skún og Vissart. Engin Birnir, hann spilaði seinasta leik hjá þeim, en ég veit ekki, hann hefur þá kannski verið bara 70, ég veit það ekki. En já. Þetta bara mjög solid lið og eins og ég segi, þetta líka, þú veist, lið fullt af einstaklingum sem eru bara mjög góðir í svona loose stíl, skilur það sem að ADHD kannski gefur svona smá direction og svo bara, þú veist, springur þetta allt út, sérstaklega eins og ég segi, Vissart og Viktor líka.
ég sé í rauninni bara sterka einstaklinga fyrir frammi og ég held að það sé líka það sem að skipti máli fyrir fer í sama punktu þú ert að koma með, af því að við erum í rauninni við erum ekki endilega að horfa á hvort þessi leikmenn klassa saman í stöðum eða eitthvað svoleiðis, við sjáum bara sterka leikmenn á öllu borðinu. Já. Og ADHD, ég elska svo mikið þennan, sko, þetta að kalla þetta X-faktor, hann á bara moment, hann hendir sér bara bombina í smoke og deffar, skilur, hann svo mikið entertainment, en líka þetta alveg moral boost og ég held að ef að þeir fara sterkir inn í leik með einmitt bara svona litlar áhyggjur á sig, eða minni áhyggjur á sig, arguably, þá held ég að þetta gæti bara orðið sterkur leikur fyrir þá. En þeir þurftu samt að fá góða byrjun og ekki að fara í sinn eigin haus heldur. Já, þeir hafa líka alltaf verið mjög svona momentumlið, ég meina maður horfir líka á það, þú veist, þegar að köllin hjá ADHD virka vel í byrjun á leiknum er að það munu líklegast endast bara mjög vel út leikinn, þú veist, og það kemur inn í það sem ég var að tala um þegar þeir voru ógeðslega góðir, ég meina þeir voru að hitta ógeðslega góða tímasetningar á einhverjum ákveðnum rushum og það bara svona destabilisar hitlið út hálfleikinn. Og þú veist, leið að þetta byrjar að virka í fyrsta eða öðru gunrandi, þá náðu þeir að rúlla svo hratt áfram, skiljum. Einmitt. Og fylgja því einmitt og já, maður hefur séð það alveg hjá honum. Leið og köllin eru rétt að þetta svona, kemur enn eitt face momentum, en Carrigan svona momentum einmitt, þú veist þú sér það, þegar hann að kalla vel, að þá bara svona, fær hann meira eitthvað út í sal, skilur, og bara það virkar, þetta mentality leikur líka og ADHD, hann veit það alveg með reynsluna og væntanlega þeir einir að nota það sem styrk sinn fyrir leikinn í kvöld, en Þór-lænupið, við sjáum hvernig það lítur út hér þá, það ætti bara að vera Sús-lænupið og enga breytingar það nokkuð. Já, þetta Stjáni komin inn. Jú, ok, Stjáni hoppar inn. Hann komin inn í line-up núna sem 50, þannig að það var ein breyting í já, hvort það var, það var á milli, það var eftir úrslitakeppnina. En annars þetta bara nákvæmlega sama lið og ennþá með blikk í leiðtoghlutverkinu og skilst það, já, Rex byrjar að vappa, það kannski breyting sem var svona í gegnum tímabilið. Pressi byrja á vappanum en núna það orðið Rex. Ég fíla Rex á vappanum mjög mikið. Mér finnst hann svo stable eitthvað. Hann alltaf á réttum stað, hann er góður í rótetinu, hann er góður að láta ekki, finna nýjan stað til að taka nýtt skot og bara, repositiona og mér finnst það bara að vera með það á hreinu. Hann er rólegur þegar allir hinir geta verið svona á milljón utan vappan, skilur við. Og þetta ég get ekki nefnt að hversu oft, bara ég hrifinn að hvernig hann að spila á vappanum, mér finnst þetta að vera réttasti playstillin ef þú ætlar að fylgja einhverjum playstill hvernig á að spila vappa, þá held ég að hann sé með þetta og einnig Ravli hjá Dusty, þetta séu tveir svona sem eru með mest sustainable playstillin í rauninni, að mínum mati. En við erum með Vító, tilbúin að fara í Vító og bara beint inn í leik eftir það, fáum það þá bara hérna fyrir framan okkur. Hvernig heldur þú að möppin fara? Sko, Þór vilja örugglega fá Ancient, þeir hafa mikið verið að pikka það. Og Saga örugglega sáttu með Nuke. Þetta örugglega bæði möpp sem að fá inn. Dust 2 bann kemur ekki óvart. Ég held að það séu flest allir sem að banna Dust 2 á móti sögu. Heldur að þetta örugglega overpass bann. Góða punktur. Ég ætlaði að nefna, sko, heldur að þið pikki samt Ancient þrátt fyrir hvernig leikurinn fór eins og vorum að nefna á móti Hyper og þú varst líka að nefna Saga sterkir í Ancient. Voru sterkir, ég veit ekki hvort það væru sterkir. Nei, en í svona tilfelli sem eru meira Lucy en allavega... Ég veit ekki hvað myndi pikka annars. Sko. Nei. En núna kemur Nuke pikki inn. Ok, þetta rétt verið, Ancient og Nuke. Saga örugglega að fara að banna þá Mirage, sem að þýðir að Þór geta valið milli... Við erum með Inferno, við erum með... Þeir vilja alveg Anubis, já, Inferno bann og Mirage bann og Anubis last, ætli það ekki? Þú ert sérfræðingurinn og ég að sjá það hérna fyrir frammi, það bara hárrétt hjá þér, 10 af 10 í engun og Ancient... Hefði kannski verið hægt að velja Mirage frekar en Ancient, bara svona til að punishpicka, en ég held að Þór sé ekkert eitthvað mikið fyrir Mirage, allan ekki nógu mikið til þess að það sé eitthvað, þú veist. Nei, ég skil það svo sem. Og líka Mirage, þú veist að í rauninni eru öll lið með góðan grunn í Mirage, mappi eins og Mirage. Þannig að það er kannski svona, ef þú ert að horfa á að reyna að vera með, þú veist, kannski með eitthvað struktúr og það getur verið eitthvað betra fyrir á móti lið eins og sögu.
að þá fara frekar í kannski svona map sem að þeir geta ekki bara skipt playstíl. Já. En ég fíla þetta, fáum Ancient til að byrja með. Þeir þurfa, myndi ég segja, að byrja betur hjá Þór ef að þeir ætla að gera þetta. Ætla þeir geta ekki byrjað verð. Nei, ég held ekki, en ég vil samt ekki segja það uppátt út af því að þá að koma undir lofti, sko. Já, ég hugsaði bara þegar ég sá skorlæni, sko, það mætti 1 lið á server. Já. Jú, Þór geta alveg tapað Ancient, skilur við, en að tapa í 13-4 alveg bara, sama hvaða lið það á móti, þá það bara svakalega niðurstaða, sko. Já, í alveg, það bara rétt. Þú veist, þeir reyndu að finna aðra lausn, en það var eins og væri bara búið að kollapsa liðið einhvern veginn. Þeir voru eiginlega bara búin að afskrifna leik, þeir voru einhvern veginn, það var svona, ekki að reyna að finna einhverja lausnir, það var frekar eitthvað svona, þeir reynum að finna einhverja galdralausnir, ertu ekki með eitthvað 2K play, bara svona að reyna að fá einhverja opnanir, en var raunni engin leið svona sem að þeir voru að reyna að finna sem að var samstæð. Þetta er gott pikk fyrir þá, sko, ég meina, Þór örugglega besta Ancient liðið á landinu, ég held að spili engin Ancient jafn mikið á þeir. Þú veist, þetta alveg pikki þeirra, þetta hvert þeir vilja fara, sko. Og það eiginlega engin þannig sem að eitthvað, þú veist, jú, Hyper auðvitað rústaði með Ancient, en Hyper ekki Ancient lið, sko. Nei, það getur, þú veist, ég fór eitthvað svona að hugsa, getur verið að þeir hafi eitthvað verið að preppa rosalega mikið, en ég bara, ég neita að trúa þið, sko, en það Þórsu og þeir væntanlega eru þá líka að byrja tísett núna það að ég meina ég geri ráð fyrir að Saga velur City yfir en þetta tísettið þeir þurfa að byrja betur og þetta í rauninni jafn erfið leið fyrir þá inn í map, þú getur ekki fengið City hliðina til að svona koma ykkur í gang eða svoleiðis, það var bara að vera on núna og má ekki byrja 7-0. Já, ég held sko það verður aðeins auðveldara fyrir það að byrja á móti Sögu, held ég, því að Saga spilar svona fyrir við vantar betri leið að segja, þannig ég ætla að segja svona, að Saga spila venjulegan CS, Hyper eru ekki beint þekktir fyrir það að spila venjulegan CS, þannig að það alveg fyrst þegar þú mætir Hyper þá mun að koma þér á óvart. En það endist ekki, skilur því að þetta svona, bara fattar það. En Saga, þeir spila venjulegan CS, þannig að þetta allir þessir æfingarleikir sem Þór hafa tekið, allir þessir Ancient leikir sem þeir hafa tekið, þeir eru mun nær því sem að Saga að gera, heldur en það sem að Hyper að gera. Þannig að þetta ætti nú að vera svona, það ætti ekkert að koma með óvart, það ætti ekkert að vera nýtt. Saga eru bara að spila typikal Ancient leik eins og öll önnur íslensk lið. Mikið upp á miðjuna, mikið upp á keifið og það akkurat eitthvað svona sem að Þór eru það bara annar dagur hjá þeim, sko. Já, það meikar sens, þetta meikar sens. Hyper CS, þeir voru að spila öðru í þessu leik og maður sá það alveg en þeir voru líka svolítið svona í skíunum sama bara ánægði einhvern veginn, bara þetta var að ganga svona vel, sko. En jobbið var aldrei búið og það held ég það sem að gerði þeim kleift að fara með þetta í 13. En við erum að fara yfir í Þór á móti Sögu, mér skilst að eitthvað sé verið að setja upp server bara núna, kannski eitthvað vesen, þekkið ekki, en sjáum við tæmerinn niður. Nei, byttu það komið tæmer. Nei. Þessi maður svo sniður, sko. Hann faraði ekki nóg. Embrek, shoutout. Klassíst, sko. En já, T-Sec, hvað langar þið að sjá í pistolinu? Hvað þetta bara að vera að kistla mitt hjá Þór? Þeir gerðu það í pistolinu í leiknum sem við vorum í á undanamóti Hyper. Þá minnum við að þeir hafi bara straujað strax mitt. Sýnist þeir verið að gera eitthvað svipað núna. Allavega, strauja mitt, kannski fyrir eitthvað kontakt. Er þetta þá Vrex sem að ætlar að taka að splitta miðina? Veistu, ég fíla þetta en það hreyfing allstaðar á mappinu. Sama Saga að gera hérna og spila 3 komnir með info í rauninni. Eina hættan núna Viktor en líka Vrex, hann kominn djúpt og í rauninni með rótitið. Býttu, þeir ætla að fara aftur á B til alla. Vrex finnur 2 og þetta var eiginlega þurft að gerast þannig að ég háti núna 1 eftir. Á þessu svæði það Vissart hinum megin en hann bara ekki ennþá kominn til að joina hennar slag. Adja hátti nær dinginu og klára þar á eftir. Veit að pressi þarna ángra sig en svolítið erfitt. Mér sýnist Vissart vera bara
búin að ákvæða þetta spar. Það armorið? Það fer hérna nær á kannamálið, nær einum, en á móti 4 svolítið stórt og ekkert kill og engin haus. Þannig að 1-0 fyrir Þór. Byrja allavega betur núna heldur en síðast. Það var rétt. Þeir voru að hitta skotum, þannig að kannski þeir bara að fara að rúlla þessu upp. Allavega fá við sterkari byrjun. Og ég held að sama, ég fíla það sem að Saga var að gera þarna. Sótti sér bara infóið með þessu og alveg mikilvægt að þeir séu að gera það á móti, ekki vera hræddir að spila sinn playstíl og þetta var bara nákvæmlega sem þeir þurftu að gera. En dugaði ekki, miðjan heldur áfram að vera focus point hjá Þór. En eru dreifir hérna yfir á B og smókurinn kemur út en virkaði eins og það væri svona hvorki kom upp en við sýnumst að vera ákveðið núna. Sérstaklega eftir seinna killið Æsi finnur Skún og í leiðinni B-sætið. Stjáni kominn djúpt og eiginlega bara búinn að gulltryggja bomba fyrir niður og sennilega rándi líka. Pistols eftir hjá restina af sögu. Kemur mér alltaf jafn óvart þegar ég sé full spar í second round. Þetta er svo ógeðslega sjaldgæft. Maður eiginlega sér þetta aldrei. En það að gera það núna. Áhugavert. Ég veit ekki hvað það er sko. Það sé ekki bara, þú veist, sem CT með 5-7. Ég veit ekki hvort það varst að horfa á Vitality Navi helgina. Jú. En það var sko allavega nýjan. Það var alveg, ég held að, 40% killum hjá Vitality hafi verið með 5-7. 40%? Já, eitthvað svoleiðis. Jesus. Ég var með alla leikina, ég var að fylgjast með öllu mótinu, en ég misti svolítið af síðast að ég horfði á bara svona recap svona sem að fer hratt í gegn, það ekki highlights eða eitthvað. Mistir ekki að miklu nema auðvitað Navi að tapa 11, Jú, ég reyndar 11-0 sko. Já, mér fannst það reynda geggja. Þetta var eiginlega svona, þú þurftir ekki að auka svona ego sem Vitality sko. En 2-0 hérna og þá sjáum við Kaup ADHD komin á vappan. Normal vappi, það er líka mjög sjálfgæft orðið. Beint á vappan? Já, normal vappi. Já, jú, glassin. Það svolítið. Glassin, sko, maður sér það ekki oft. Það fer líka long fire boost, þannig að það er ekkert til þess að sjá þar. Það mætti að halda að það væri kynslóðskipting, sko. Ógeðslegt skot. Æjæj. Sjáðu með línuna en það er ekki að klikka nógu að snemma og vá, þeir bara falla hægri vinstri. Allt þar á mappinu, B-sætið opið, vita af einum hérna IK. Viktor er að taka góðan tíma hérna út, gæti ná Blikk er samt að halda þessu. Kemur sér í stöðu og hann er bara einu skrif á undan en Viktor er með skotið, færi sér upp í rauða, fær hann meira en hann fær ekki að fara að lappa, það var ekki séns. Rex heyrir þetta og segir bara já, takk fyrir. Hann á vappanum. Í sko, T-set, er mikið, ert að spila vappan mikið T-set í Ancient? Já. Er það? Já. Þú veist, middið er eiginlega eina lína sem ég sé eitthvað fyrir mér. Þú getur sko, með vappan í Ancient, þú getur svo auðvitað haldið sko djúplínuna meðan að riflarnir eru að taka nærlínuna. Þannig að þú getur verið með hefvenið frá hurðinni á meðan að vinniðin eru að ná cave. Jú. Þú getur verið með longlína meðan við erum að horfa í brampinn. Já, svona sko. Það er enda rétt, já. Og alltaf bjarganum. Það var alveg bitlu CT ránd hana hjá sögu. Já. Þannig að vonandi eru þeir að fara svona, þannig að Þór fékk caveið frítt, þeir fengu miðjuna frítt. Býttu, eru þeir að fara að taka vappan strax tilbaka? Nei, hann hittir þessu. Þetta var eiginlega eina leiðin til að stela vappanum, en rándi var alltaf að fara að vera Þór. Segi ég einu leiðin, en ég held að ef að Skún þó að myndi ná þessu að þá eru aðstofamenn á leiðinni hérna til að vernda hann fyrir því. Þetta skotinu, ok, sáttu með einn, en pressið þess aftur. A dad for you, man. Ok, núna vil ég sjá sögu aðlaga aðeins og ekki bara gefa miðjuna frítt og gefa caveið frítt og gefa leinið án þess að stöffa það eða
Það var offrítt fyrir Þór að ná þessum stöðum. Þeir notuðu, held ég, ef mér sýndist, ekki neitt util allavega lítið util til að ná þessum stöðum og það bara gengur ekki einsend að fá þetta frítt. Nei, er það kannski... Ok, heavy cave núna. Gefa miðjuna, það maður í rauðastega, grenar, sér samt ekki neitt. Gæti verið fake info. Ekki lengur, núna vita þér. Konum með miðuna en engin kill í boði og það er kannski... Ég allan að cave. Þetta er eiginlega bara góður smókur. Þetta er alveg vel. Þetta virðist alltaf að hafa farið B akkurát þegar hann kastaði smóknum, sko. Eiginlega, nefnilega. Það er svona smá stopp, sko. Kaupir góðan tíma og eiginlega svolítið hættulegt líka þegar við viti ekki að sé enginn það inni nálægt cave. Þannig að við sjáum að öllu líkitum ef þeir hardclearit ekki bara að þeir láti vita eitthvað að sér. Nei, þeir hardclearit bara, slow. Skún að taka swingið á þetta. Pressi kom með línuna núna og það er ekki víst að ná við þessu en eitt kill væri gott en Stjáni nær honum niður. Vaffinn galopinn með skottið á milli lappana. Dóm sömuleiðis fellur. Viktor kominn en aðeins og seinn. Stjáni tekur hann niður með vappanum og Wizard 1 eftir á 4. Tekur fyrsta killið, bomban farin niður. Pressi spottar, hann kláraður, 73 HP. Getur svo sem alveg gert þetta. Vappinn inni í cave. Smókurinn fínt til að kaupa 1v1. Komið með annan smók núna. Var ekkert kitt. Það var enn náðið vappan eða eitthvað? Ég held að fyrst líka. Nú þetta farið. Já, nú þetta svolítið farið. Tók sér tíma en frekar sáttur að vera lifandi með þetta. Hún náði að refsaði með eitthvað en peningurinn var svolítið flottur hjá Þór. Þetta var mjög furðulegt þetta fyrir sögu. Það var eiginlega, fyrsta kontakt kom alltaf á þannig stað og það gat enginn hjálpað. Ég meina fyrsta kontakt þannig inn í caveið var Riffil sem að swingaði inn. ADHD í supportinu, gat ekki gert neitt. Og ADHD svo næsta kontakt, kemur honum svolítið á óvörnu. Hann var hérna eitthvað á milli, var eitthvað að horfa longið og bakkaði svo. Einmitt. En aftur, það er enginn, þú veist, Dóm var framaleigur, hann gat ekki hjálpað honum neitt og já, Dóm svo bara fastur á milli steins og sleggju og orðin að pönnuköku. Já, en kannski gáfu Cave aðeins og frítt. Það var svona eina sem þeir áttu raunverulega ennþá. Ég meina, miðan var farin, Dónötu var farið, Rauðaherbergið, þeir voru ekki með neitt þar. Þannig að gefa það svona frítt, svolítið erfitt að halda B-sætinu þegar þú ert með 2 aftast, einn inn á sæt og átti ekki cave nýramp. Lappa líka Þór bara inn í cave þegar kannski treyst á að þeir myndi frekar flassa inn eða gefa sér einhverjar upplýsingar undan en Skún leið og hann tekur línuna þá þetta bara 2 sekúndur og rándið farið. Akkurat. En 5-0, sjá hvort að Saga getur fundið einhverja lausn á þessu. Engin vappi núna fyrir sögu og lítið að utility líka en gæti dugað. Allavega ætlaði að challengea miðjuna, eiga hana núna. Sömulegis á B, en þetta svo vel lesið að Þór. Bara hlaupa inn á tómt sæt á A-inu. Spammi gerir gott, Wizard. Hann ekki sáttur með hvernig síðustu niður þetta búin að vera. Finnur 1 kill fyrir að smókurum oftast. Blikk finnur samt 2 á sama tíma. Hann stekkur út. En Blikk nær að snúa sig við. Sækir 3. hérna. 1 á 3 og kominn með 4 núna. 1 maður eftir og hann gæti verið að sækja ace clutch hérna. Og á sama stað. Nei! Ekki svona, ekki með hníf í bakið. Þetta ömurleg leið til að tapa. Við sáum þetta, yes sir, freymum þetta upp, setjum þetta í Hall of Fame fyrir þig. Vel verðskuldað, en hvernig gerðist þetta? Þetta var insane. Þeir voru 4 held ég þegar hann spyrjar, þeir 1 eftir eða ekki. Já, þeir voru orðið 4. Wizard nær þarna 1 en svo bara stýrist það við. Saga var að fara að sækja fyrsta rándið sitt, þetta snýst við og einhvern veginn hnífur ofan á það líka. Þeir allavega búin að vera að reyna að sækja í sóknarmiðjunni hjá sögu en fengur samt aldrei kontakt. Nú fá þeir allan kontaktinn en þá bara 1 maður til að taka móti æsi aftur. Þetta ekki
Kannski eru Þór bara búin að læra hellinga á þessum hyperleik og ætla að taka reverse hyper núna. Tóku hyper personal. Það bara... Bara í þessum leik, við ætlum að vera hyper. Já, það er greinilega. Líka, Heyrðu. Ati með einn, ok, reynir við seinni, nær honum ekki og Rex klára síðan Vizard hinum meginn. Blikk kannski aðeins að skjálfa en það eftir vonum í hórið. Diffar hann á rauða. Einmitt. Jesus maður, þetta var skemmtilegt. Já. Ég meina, hvað gerir nú? Þetta er bara... Þú ræðst á þá, tapar. Þú býður, þú tapar. Svo skrítið að segja að síðasti einsendleikur sem ég horfði á Þór spila þá voru þeir með 0 stig á móti 7. En þetta er önnur saga. Pun intended. Já. Þetta hátum með vapana. Þeir fæta miður 2. Það er enginn í cave hjá þeim. Þeir eru að fara að lenda í vesinu um leið og Gott pláss. Reynir kemur. En... Nei, Þannig er vesinið. Þessi kominn út og Stjáni ekki blindur, hann er aðstofa hann. Vita að 2 leikmennir eru B-spilarar. Stjáni spammaði mjög lágt niður. Ættu líka að vita að vapin sé á A. Það er bara typical instant setup. Það eina góða núna fyrir, ætlaði ég að segja sögu, er að þeir eru alltaf með þetta map control, þannig að gætu tryggt að vapin er átt, Skúnar að taka einn en hann er svolítið fastur. Spurningin er bara hvernig ætlar ADHD að vera með í þessu rándi? Einmitt, með vappa og þetta er svolítið vond stað fyrir hann út af því að rótið er líka ennþá möguleiki. Þannig að Skún þarf eiginlega, best scenario fyrir hann er að fá að minnstakosti 1 kill áður en hann fellur og gerir það, er síðan treytar út, pressið lár, ADHD ætti að skipta yfir í pislun núna, heldur vappanum, smókurinn er horfinn og línan kominn og tryggir þeim fyrsta rándið. Þannig að við erum komnir inn í leik og Vappin áfram líka, léleg kaup í kjölfarið af þessu, en kaup samt sem áður. Allir eru að fara að fjárfesta hér, alveg niður og ef að sagan er að strengja saman 2 rándum að þá allt í einu geti þetta verið orðið fínt. Hvað sagði ég þarna? Það var bara, þú sagði þetta svo sorglega eitthvað, bara ef að insurmountable task. Já. Ef þeir finna eitthvað einhvern vilja. Grafa alveg dýpt í komónu og það gæti verið að eitthvað heitt stratt sem að geti komið í 2. Nei, ekki aftur maður. Skún veit betur. Það geti alltaf að hanga fyrir utan. Kemur svolítið óvart hvað þeir eru að sína mikla virðingu í cave, sko. Þeir eru alveg að gefa bara heila byggt, sko. Ég held að þetta sé nefnilega svolítið að slá playstilinn af sögu, sko. Þeir byrju aggro og það er einhvern veginn búið að hrinda aftasta kontaktið núna. Þeir eru að taka einhverja slaga sem þeir reyna, þetta er ekki alltaf 1v1s og enginn til að aðstoða í treytunum. Viktor næri einum en svo er hann tekinn út, ADHD aftur, einn eftir þetta skipti held ég hann reyni ekki. Líka þeir hafa aldrei flastað inn í cave eða neitt, sko. Það er alveg mjög brulegt að það á bíðinu, sko. Blikk ætti að vera með henni. Goal eight! Hæ, tekur niður í 62 og Blikk er bara í bakinu. Býttu, allan ADHD. Blikk var líka með hann, eiginlega 100%. Timeout, heldur við. Chatið er alltaf í gangi. Það bóðar aldrei gott þegar chatið er í gangi. Nei. Örgulega ekki. Kannski ættu þeir samt að taka timeout. Ég meina... Er saga típiski til að taka timeout eða? Nei, svo sem ekki, sko. Það er svona... Ég sagði þetta og svo hugsaði ég mitt bara, ég veit ekki eftir... Þeir eru kannski ekkert fínir á Ancientum, þeir eru ekki svona lélegir í Ancient, sko. Nei, alls ekki, sko. Þór eru bara búin að vera með góða spilniðina og eru ekkert að hægja á sér. Þeir eru bara öryggi með sig og það sést bara á hvernig þeir bera sig bara í leiknum. Hann er ekki með hendin á lyklabrúninu, sko. Nei, hann... Headsetið bara af. Hann hefur krassað. Já, svo það er spurningin. Erum við live eða ekki? Það er eiginlega... Hvenær gerist það? Hvenær var reportið? Ég veit ekki alveg hvernig reglurnar eru hér, en mótorstjórnin væntanlega fer í þetta mál. Allavega erum við live eins og er. ADHD... Var alveg hana damage komin, sko. Jú, held að. Komum niður og reyna að búa til pláss fyrir ADHD sem tekur skoti, nær einum.
Gott flass hérna, staur hann alveg, vissi þetta aðeins langt í burtu. Og tengir hérna yfir. Klárar þetta fyrstu kúlu, Viktor 1. Og tekin út 9-1 er staðan. Bara að líta mjög illa út fyrir Sögu. Þór sáttir. Byrja svona sterkt og eiga eftir sitt í hliðina. Hvað ef að Saga púla síðan bara Vitality og bara reverse sweepa þetta? Já, kannski. Ég meina maður hefur alveg séð mjög terror-sided ancient leiki. Það eru þetta, þótt að mappi sé CT-sided sko, þá getur hvað sem er gerst í litlu íslensku deildinu okkar sko. Einmitt. Aðeins meira svona unpredictable. Já. En þetta er eins og Inferno, það kemur alltaf jafn mikið á óvart sko, hvað í íslensku deildinu Inferno er terror-sided sko. Maður lendir alveg í því sko, kannski minna núna, en sérstaklega þegar CS2 fyrst kom út, það var alveg allt í einu fór þetta frá því að vera 7-5 setja í 7-5 terror sko. Já, meinar. Hver ætli ástæðan fyrir því sé? Svingin bara í CS2 held ég sko. Jú, svo náttúrulega það, jú. Það er bara, ef þú ert nógu hraður á fótunum, þá ertu að fara að vinna alla bardaga sko. Þá ertu með Íslendingana með advantage sko. Það er svolítið svo leið sko. Tvöfald vaff og það er besta. Við erum verstir þegar þú leifur okkur að stoppa. Já, einmitt. Skúni komin aftur. Við erum live. Erum live. Sá eitthvað smoke line-up í nýja kass daginn og það var eitthvað sem var að sýna eitthvað svona line-up sem gat verið gert frá, tveir smókar, Heaven og City held ég að hafi verið frá sama stað í Sunroom, heitir þetta ekki alltaf Sunroom? Já. Jú. Og þetta var fyrsta skiptið sem ég hef ekkert séð jump frá það sem að hann notar S. Þess bakkar. Já. Og mér fannst það svo fyndið og ég bara svona horfa á hvað er að gerast. Svo sér maður bara í kommentum líka bara, oh, you can do that, apparently bara. Það segir Íslandingar að þú getur bakkar, það er svolítið erfitt. En þeir fá 2 opnarinn á Sögu og A-sætið er opið og Planti ekki komið niður og ekkert 100% að gerist. ADHD komið línu núna, komið setna killið, ok, þeir eru strax komnið tilbaka núna. Það er eiginlega engin heimur þar sem að þeir missa þetta svo lengi sem að þeir taka þessu rólega. 4 eftir á 2, blikki og lifandi en þetta er aðeins og stór pakki fyrir þá held ég. Ég ætla ekki einu sinni að breyta tón því að ennþá eiga Saga að gera þetta ekkert mál þó svo að þetta lítur hræðilega út núna og Dóm er 1 eftir. Þá held ég að þetta sé samt bara nokkuð öruggt fyrir Sögu og ég skil ekki hvernig í andskotunum við erum komnir í gang núna. Þetta er 3 á móti 5 eða ekki? Hvað gerðist? Hvað sagði það? Þetta væri ekki fræðilegt fyrir Sögu að tapa sig. Það átti ekki að vera hægt sko. Þetta átti ekki að vera hægt sko. Núna er ég bara að horfa að spá hvernig Saga fékk þetta eina ránd. Nei, ég segi þetta. Þetta, sko, þeir spiluðu þetta vel að Þór, en Saga tapaði þessu rándi. Mér fannst þeir voru 1-1 að píka aðjáttu með línu. Bomban var ekki farin niður. Nei, einmitt. Þegar að bomban er ekki farin niður, þá eru terðinir að leita. Einmitt. Og þú gafst þeim það. Akkurat. Og þeir eru meira sér búin að gera þetta áður. Þeir eru búin að bakka frá miðunni þegar að terðinir eru að leita og bara þetta átti ekki að gerast. Æsi. Ég elska ef að bara reynir þetta í hvert skipti, sko. Af hverju ekki? Hann fær keifi alltaf frýtt. Í bústjarna og það er bara besta tíma. Skúna ætlaði að fara nær og sækir sér þetta. Hamraði músina hana með að við recoila á krossanum hjá honum. Ætlaði að segja sátt og hann tók upp byssuna eða ekki. ADHD 64 HP hérna. Grennan er ekki nógu góð en það er eitthvað skaða Wizard núna 1 eftir á 3. Þeir eru búin að opna bíð. Bomban ennþá eftir. Já, þeir ná henni. Skiptir ekki málið að æsi á Wizard hérna eftir. Á að eigan, en hann er á prífara þetta og nær dinginu meira segja en það dugar ekki staðan endar 11-1 fyrir Þór og ég sé ekki alveg, það var svona smörkarna á æsa sko, alveg. Nú er ég reyna að meta sko hvort að þessi leikur sé bara, ok,
vá hvað Þór líta vel út eða hvort hann sé vá hvað Saga líta illa út. Ég held við séum með svolítið mixa bæði. Ég er Þór sammála. bara besta lið á landinu eða þeir bara besta lið í þessum leika því að þeir eru á móti Sögu? Já, ég skil þig. Sko, ef við förum aftur í þetta 3v2. Ég meina, Nuke verður örugglega öðruvísi en Svo er það einmitt, við sjáum þá held ég að við sjáum svolítið svona 2 playstíla. Saga náttúrulega arguably bara Nuke veteran, sko. Þannig að það verður gaman að sjá einmitt. Já, reyndar. En ég ekki samt alveg séð að fyrir mér virka ákveðlega. Ok, herðu, fínar opnanir. Æsi, hann er í rampunum og 1 eftir en hann er tekin út. Þannig að Rex núna 1 eftir og þar fór hvað þeir eru komnir. Ég ætla ekki að Ég held að Saga sé að fara að kompaka. Já. Ég er að reyna Bara ímynda þér. Ok, ég ætla að 0-0. ímynda mér. 0-0. Saga 1-0 yfir núna. Ok. Þeir eru að fara Þannig að þetta verður 2-1 fyrir Þór. Sko, þeir náttúrulega Þór skiljilega, ég meina þeir eiga nóg eftir og meiri segja ætti í rauninni ekkert að vera eitthvað að forsa eitthvað niður eða neitt svoleiðis og bara spila rándir sem þeir eru búnir að vinna sér inn hérna. Fáum 2 í röð. Ég meina með við staðsendingun sem Þór eru í þá ætti spömmin ekki að gera mikið neitt nema að þeir fara ekki inn cave. Ég er ekki alveg viss hvernig þetta mun enda. Er þetta ekki enda svolítið ópredictable? Ég trúi þess ekki. Þeir eru að fara á nákvæmlega staðinn sem Þór vill. Nú, þrátt fyrir það, þá eiga þeir ekki að sigra þetta. Þeir eru með sterkt setup og ef ADHD fer 1 út, verður ekki treytar, þá endur þetta illa fyrir hann. Það gerist þetta. Þeir ná einum, en þetta þurrkaði hratt út. Æsi, Stjáni nær einum. Ok, þeir gerir þetta fínt fyrir stöðuna sem þeir voru í. Já. Með 4 pistlur þarna og bara mjög flott actually. En Byssurnar koma aftur hjá Sögu og þeir hafa konum með 2 round núna. Hefði verið geggjað að vera með 1 á defaultinu. Þannig að allir eru að spamma þarna og það kemur 1 haukur í horni. Já. Þess að kóta Tomma. Haukur í horni. Og yfir á B aftur virðist vera á Sögu. Ok, fíla það. Þeir setja mikla pressu á miðjuna og bústi kemur en spottaðir, þannig að þeir komur sér burt ára og það gerist blikkinu dóm. Svo reynir en ekki. Vissald er búinn að vera rosalega sterkur fyrir Sögu og það er fyrir utan það að búinn að þurfa að fá ekki neitt sens í 2 round í röð í rauninni. Hann er búinn að fara að einhverju 1v4 og 1v3 en svona miðað við þetta, hann er að standa sig með 10 kill á sér og heldur áfram, hann er að finna opnunir og er að halda þessu lifandi. Sjá þá. Nei, það er bara þannig. Þetta er fyrir þeim. Þetta eru samt roundin sem að Saga eru góður í. Bara 3v3, setja henni á allir sprettaðir, allir terrorinn eru sprettaðir. Jaka þess áfram. Æsi samt með frítt kill hérna ætlaði að segja einingis út af HP-inu, heitti samt í höfuð. ADHD treytar hann út og setur pressuna hérna á A, blikk og pressi farnir af stað. Pressi ætlar að fara með blikk hérna. Eru þeir að hætta við B-ið? Þeir eru að hætta við B-ið. Þetta er eiginlega frítt kill fyrir pressi, allavega frítt. Missir hann sprayið. Ok. Já. Ok, hvað með þetta? 12-12. Já. Hvað ætlum við að uppgreita strákana í Sögu þá líka? Stundum þarf maður bara að vilja þetta í verk, skilur við. Sko, ef að ég væri núna Saga, þá væri ég komið með annan markmið. Það er ekki lengur að vinna mappi, það er að komast í overtime. Það er, nei, ég veit það, en það er... Nei, komast í overtime. Það sem ég er að segja er að ég myndi búið til challenge úr því, í alveg. Bara
hafa gaman að því, en það er ekkert gaman við þetta, það er bara þurrka þá út 13-2 endar staðan hérna. Er þetta ekki bara hyperskólanið eða? Þetta er svolítið hyperskólanið nema svissað og hérna Þór núna fá revenge tilbaka, þetta var svolítið svoleiðis, 13-3, en já, meira þess að bara betur, en þetta fór ekki eins og saga vildi. Þetta var allavega, þetta var eitt af kortum allar tíma til þess að horfa. Já, einmitt. Við getum sagt það. Erum við ekki bara að halda áfram með Best of 2 seríuna? Jú. Er það ekki? Þannig að hvernig var það þá ef að bæði lið myndi vinna síðustum upp? Ef við erum í Best of 2? Við höfum verið með svona format áður, eða ekki? Var það ekki bara, það var bara hérna... Það var rosalega vinsælt. Já, ég var ekki að spila eða lýsa á þeim tíma, en ég man eftir þessu. Ég man svona, er það hægt? Svona einhvern veginn, sá alltaf fyrir mér á... Já, ég get ímyndað mér að... Allt hægt. Það er allt hægt. Og það er hægt að fara yfir í Núg líka. Saga gætu gert betur þar og jafnvel dregið þetta í 3. mapp. En til þess að komast þangað þá þurfum við að taka stutta pásu, sýnum ykkur þessar auglýsingar og við breykum svo niður þennan leik sem við vorum að horfa á. Það sem við erum að gera Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með tveimur alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 4 100 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann er kerið 24.000. Það er ekki alveg góð standi, sko. Ættir að taka. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, mann. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s to 10, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Völdu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Red Bull veitir vængi.
Ég sagði já, velkomin aftur. Við vorum að klára Ancient leik sem að fór ekki sögu í hag. Þór tók þetta svolítið léttilega í 13-3 en nú eftir það map-pickið hjá sögu. Við ætlum að sjá hvort að þeir geti gert eitthvað þar til að betur bæta þessa stöðu. Eitthvað sem að svona situr ennþá fast í þér eftir Ancient leikin. Nei, ég held við ættum bara flýta okkur yfir næst og bara gleyma þessu. Jú, við vorum alltaf búin að segja það. Þú veist, jú, ég meina þetta hefði kannski verið öðruvísi leikur ef að, þú veist, 1-1v4 og 1-1v3 fór ekki eða þú veist, eins og það fór en ég held að það væri lygi, sko, ég held að þetta hefði samt farið á þennan veg, sko. Einmitt, já, þetta var allavega, sko, Þór í rauninni, Þór ekkert að vera ekki að gera eitthvað crazy, Blikk átti reyndar alveg moment þarna, ég er reyndar oft spurður, ég glemdi því, ég er alltaf spurður MVP eftir hvert map þeir eru að lýsa með Tomma og Óla, en ég ætla bara að spurða þig, ég veit að það er svolítið seint, sko, þú getur ekki hort á skorið, en hver var MVP, myndir þú segja frá Þór síðasta mapi? Já, það eru sko bara Blikk fyrir 1v4, sko. Já, það ekki. Ja, þú veist. Ace-klötsið þarna, en ég mitt, já. Það ekki. Svo var náttúrulega Ice átti þessi moment í Cave. Jú, ég man bara að það var einhver sem var alveg bara næstu komin upp 20 kill, ég bara man ekki hvað það var, sko. Nei, ætla að hafa ekki bara verið Blikk. Það var eiginlega bara svona eitt blur, þessi Ancient leikur, sko. Ég held líka, sko, þegar ég fóru í ótapanlega 2v5 hvað það var þegar við fórum yfir í það að ég held að hafi líka verið svona leikmann sem að var að spila með Blikk þarna var yes, ef að ég dey núna þá klötsar hann þetta allavega mögulega 50-50 Já en það hefði verið Rex, sko Rex var með honum allavega í þessu klötsu þannig að ég held að það hafi verið þarna næstu í 20, sko með vappan samt, já Jú, hann var að fá nokkra opnanir á það var svolítið að rústa, sko hann er bara allt of solid leikmaður mér finnst geggja hvernig hann er að spila vappan hann er svo rólegur einhvern veginn í öllum stöðum finnst mér veist, ég hef ekki séð hann í miklu actioni svona í miðjunni á kannski sæti með vappan ég held ég hef aldrei séð svona ránt hjá hann er alltaf staðsettur á réttu staði einhvern veginn ég held að þú sést örugglega fyrsti maðurinn til að lýsa Rex sem rólegum ég held að það sé first en ég skil hvað það meinar veist, hann er auðvitað svona staðsetur sig rétt og vel og spilar svona þú veist, one up á hefðbundna vappastöðu þar sem hann er kannski ekkert endilega fastur alltaf á sama stað og færi sig aðeins mappið og gerir það vanlega rétt, skilur við. Ég held að hann sé bara góður að spila á leikmönnum sínu sem hann er með og gerir sig grein fyrir hvað hann getur fljótlega strótið og hvað hann getur sótt opnanir og það er eitthvað sem að sko vappaspilarinn á að vera að nýta rosalega mikið. Af því að þú ert með one shot, one kill byssu. Þannig að af hverju ekki að vera að fara á fleiri stöður svo lengi sem að tryggi öryggi líka. En núkleikurinn, hvernig heldur að niðurstaðan fari í þessum núkleik? Út af því að þetta er map-pick hjá sögu og við vorum alveg að segja að þetta ætti að vera öðruvísi leikur. En ef við berum saman þessi tvö lið, hvor lið ætti að vera sterkara á þessu mappi? Á blaði ætti það að vera sterkara lið á þessu mappi. Þetta er þetta heimavöllur hjá sögu. Þór spila alveg þetta mapp og er alveg góður í þessu mappi en það hefur verið svolítið meira upp og niður. Þú veist, þeir eru ekki, þetta er ekki eins og í Ancient það sem er bara, já, þeir geta unnið alla í Ancient. Þú veist, í Nuke, þá eru alveg nokkur lið sem geta unnið Þór í Nuke. Er Saga eitt þeirra? Ég veit ekki með það. Sko, það sem ég er mest áhyggjur af er að Saga pikka þetta mapp sem að þýðir að þeirra fara að byrja á terr og þeir eru kemur úr sko 13-4 eða 13-3 rústi í map 1, byrja svo terr í Nuke, segjum að Pistol fari ekki í þína leið og þú tapaðir fyrsta gunnandi líka. Ef að Þór spilar efnahægin og bara leikinn á sinn vega þá ættu þeir jafnvel að vera með advantage svo lengi sem að Saga gangi ekki vel. En þeir geta breytt þeim örlögum með því að byrja vel hérna og enda jafnvel vel líka. En allavega keyra þeir úti 4 og eru með 1 leikmann inni, það er Viktor en góð byrjun hjá Blikk, 1 skot, 1 kill komið í hús en það er ekki að sjá neitt meira hérna hægist aðeins á planinu hjá þeim 3 leikmenn bak við rauða hanga aðeins áður en ákveðir næsta skref Viktor í lobbyinu en þá keyra þeir yfir eiginlega bara mjög vel tímasett hjá þeim
En þetta allt heyrist í öllu Blikk hóla þetta út og þeir eru strax farnir að róta þetta mönnum niður. Ekki viss hvort þeir séu að plana að fara aftur upp. Þeir eru með Viktor ennþá uppi sem var að fá kill og hann skotinn áður en hnífurinn kemur en Rex hann með 2 hérna, ekkert mál. Viktor á leiðinni niður, kominn núna en með byssurnar uppi, seint en betur. Þó 3 eftir. 1 á 4 en þetta svolítið mikið til að biðja Hvað með mikið HP, Viktor? 67. Hvað? Nei, ekkert. Sorry production. Hata mig allir núna sko. Já. 67 HP. Getur eitthvað drepið mann. Klárast endanum. Já, þetta var erfið leið fyrir hann inn líka með ekki byssurnar í þetta og bara 6-7 HP en 1-0 fyrir Þór. Sorry man. Childish sko. Ég fæla bara allir að hrista á hausinu. Jesus man. Þeir forsa alveg niður hjá Sögu. Þetta þá að fara að vera eitthvað sprengja inni? Þeir eru með XM hérna á pressa. Það er inni. Inni pop, XM-in upp á, en þetta bara hreinsa hérna. Þeir eru nú að gera ágætt úr þessu, þetta leit illa út fyrst, en 3 eftir núna, Stjáni og Rex að koma úr sömu hlið, þeir droppa í vendið. Ok, bomban fer á B, þetta rétta callið, enginn til að bugga á þarna. Viktor fær Barda, vita hvað síðasti og þetta ætti að vera öruggt fyrir þá. Rex ætti og getur reynt, komið niður hérna, með utility, spottar einn, veit af báðum núna, heyrir í ADH tilbaka sig og veit hann með þess að hérna megin, nær killinu og nú komin í 1v1, opnar hurðina, þarf eiginlega bara að fá Bardan og vill vera í fjarska fyrir það en nær sprayinu niður, situr á bombinni og klötsar fyrir Þór. Þetta var mjög furðulegt. Já. Þetta var mjög furðulega stilaði á Sögu hana í 2v1-nu. Geggjað, vel gert hjá Rex, en ég veit ekki hvað ADHD var að gera. Það var mjög furðulegt. Kannski haldi hann hefði getað komist þarna án þess að hafa verið heyrt eða hvort að infóðu komið ekki. Ég veit ekki hvort það var hljóð sem hann gaf frá sér eða... Nei, ég meina bara, þú veist, bomban niðri og þú veist, ef þú setur bara í control AFK þá vinnur þú örugglega roundið, sko. Jú, í rauninni. En, já. Pressa á þeim og... Þeir kannski áttu ekkert að vinna þetta round. Nei, einmitt. Ég meina að geta þakka fyrir það að hafa náð plantinu með við aðstæður og gera það hérna, allavega með byssur út af því. En halda áfram að fjárfesta og Blikk heldur áfram að halda úti, biður hjálp í þetta skipti, pressi, komin til aðstofan, brýtur smókin. Það spammað á Blikk leið. Þessi reynir að refsa Viktor hérna nær dinginu en það ekki nóg 28. Lifið þetta af. 4 eftir, Rex stekkur niður á sætinu. Þeir eru að rígrúpa hérna, spila hægt. Þetta það sem nefndir að þetta kannski það sem þeir vilja frekar. Fara í svona rólera og kannski ekki 3v3 en 4v3 en það betra. En svona þegar það búið að koma chaos og róast allt niður, sitjamennirni þurfa svolítið að dreifa sér upp á info að gera. Gefa sér annað advantage hérna. Stjáni, hann með þetta fína stöðu, eða ekki? Það færir sig, nei, situr hérna alveg í hotninu. Ætti að geta fengið free kill. Treyðaður út og heldur áfram advantage hjá Sögu. En 30 sekúndur eftir og komin tími til að negla á eitthvað. Mér sýnist að enda á því að vera uppi á aðinu. Blikk á réttu stað, með smoke, með kit, en ekki með HP. Lítið eftir að tíma núna, en bomban fer niður. Örugg plöntuð frá hefinu. Blikk finnur frítt, vonið hérna, veit að bomban ennþá leiðinu niður, gerir þetta auðveldara, en ólíklegt að sæki annað 1v2 hérna hjá Rex. Og í þetta skipti vita nákvæmlega hvað hann og smókan út og spila bombina betur. Mér sýnist að hann vera búin að ákveða að halda vappanum og skiljanlega fara með þetta yfir í næsta round. Gefa hann þetta, hennan sigur.
bara mjög verðskuldað í raun og Viktor eiginlega bara vinnur þetta fyrir það og þannig í lobbyinu. Nær opnar ískurðið nær að létta pressinu úti með því að drepa uppaspilaran og pressið svolítið, ekki alveg smá bjartsýnn kannski hægt að segja. Það reynir að ná í hann en já, bara spammaði niður og eftir það þá, ef þú setur sögu í 4v3 þeir eru líklegast að fara að hugsa sig í rétt átt út úr því sko. Einmitt. Sérstaklega á Nuke. Já, eru þeir betri að svona micromanage sig áfram í Nuke? Já, heldur en Ancient, 100%. Það nefnilega, Nuke, það meira versatile þegar kemur að hvar þið ætla að klemma saman og svoleiðis. Ég held að þeir hafi bara spilað infinitely fleiri Nuke-leiki heldur en Ancient-leiki sko. Bæðið saman og sem einstaklingar. Hvað Rex með vappan? Í heaven. Stjáni spila bara aftalega hérna, ætla að reyna að fá bara 1 kill, frýtnaðir ekki einu sinni dinginu. Rex kominn hérna og spottaðir, bak við línu, Rex tekur strax, follow up, sniðugt, spila það hjá honum, fá infóið. Hvað gera Saga nú? Skún niðri, en þeir eru ekki beint að fara rampinn til þess að komast niður með honum. Eða hvað? Jú, ákveða var rampinn. Og það rauninni enginn til að taka mótið þar nema þeir fari of framalega í alla leið yfir í hellið, en Wizard hengur í lobbyinu. Hættan væri ef að Rex væri ennþá að halda rampnum djúpt með vappanum, þú veist ef hann hefði lappað, en hann býður bara kjör og droppa saman niður, þeir voru hræddir rampinn þarna en það enginn þar, þannig að bombsætið ætti að vera örugt. Þetta var komið sko. Þessi 5-7 og Valla var að gera eitthvað. Þetta svo sterk byssa. Já, hún ruggluð. Tekkan líka svo sem. Það samt bara meta-change eða ekki? Það var ekkert gert við þessar byssur. Það voru svona mikið hittar. Nei. Tekkan sterk líka. Já, það bara, þegar þetta one-shot, headshot, þeir eru nálagt einhverjum. Það eru bara svo mikið af nálægum anglus á öllum möppum í púlinu að það bara fáránlega sterkt. Magnaðan að við náðum þarna einum, rempast við hann. Ennþá einhvern veginn 100 HP, 72 núna. Það ætla bara ekki að gefa killið. Tvö round. Svo sem 300 kall sem að Saga fær ekki en. Nei, svo sem. Og ég meina með það peningur, ég meina ef að brotna fyrrbankin út af því eða eitthvað svoleiðis, ég meina þá það 300 kalli. Já, kannski. 300 kalli, brjóta bankan á 300 kallinu, sko. Margt smátt gerir eitt stórt. Tvö round fyrir sögu en Rex aldrei dáið, spara þarna í 2 skipti núna og nú bara því ég sagði það. Kemur eitt geggjað one-dig. Já, var þetta counter? Gerðu þið molla eða klúraðist þetta bara? Veit ég. Og Rex tekinn út núna, ADHD finnur hann tilbúin með línuna. Molli var hann auðvitað. Blikk. Djarfur, en kemur sér í angula á móti riffil frekar. Wizard vinnur þennan slag. 3 eftir núna hjá Þór. Og ekki bestu byssurnar. Þetta að virka mjög vel hjá þeim. Saga að fá allt sem þeir vilja frá Þór núna. Viktor býður spenntur í lobbyinu og fær 2 líka. Það virðist vera að Saga séu að spila meira saman núna, eða allavega að fá betur lesin leik. Og bomba niður, Stjáni 1 eftir núna. Og sennilega endalókin á þessu randi. Hann örugglega reynilega komið sér fyrir íþrótta til þess að spara vatn. Hendur á stýri. Ekki að snerta lyklaborðið þarna. Sko, ég skil, býst ekki við bústinu, en þetta var gott dæmi Hann var að horfa á þangað. Hann var að horfa á þangað, en hann hélt að hann væri með tíma. Þetta var gott dæmi að bara allt geti gerst.
Þetta er alltaf búið að vera svolítið á herðum Viktor svona. Þetta var vel gert að sögu þarna úti, menna þeir fá kill á vappan þrátt fyrir að smókanir hafi voru eyðilagðir og vissar næst svo killin á inn, hratt, já. Viktor búinn að strauja hérna og opna svæðið. Rýta að sæt. Pislunar hægt og rólega á leiðinni, Dám loka strax fyrir þetta. Stillir sér upp. Ætla ekki að labba í gegn, hanga kannski frekar eftir smókinum. Komið hérna 1 kill. Það er ekki verið að bjóða upp á neitt. Diffuse hér. Þeir eru allir í hefinn, allir að keyra alveg í lokin. Vistu, ég hati þetta ekki, en engin kill sem að koma með þessu og svo var aldrei að fara að koma death og kannski frekar upp á að ná bombu og ná byssum. Eða ná leikmennum Pressi hefði örugglega náð fleirum en hann hefði bara chillað. Þeir voru ekki, ég held að þeir voru 2 ekki alveg nógu langt frá bombunni, sko. Það er að bjarga þeim að þegar Randi kláraði staðan að bomba sprakk. Nefnilega. Þetta, já, ná Viktoru niður, þannig að það hjálpar. Nú lítur þetta bara ekkert allt of vel út fyrir Þór. Þeir eru samt að reyna allt og maður sér það og náttúrulega 2 sinnum búin að vera í spari núna og hjálpar ekki að þeir eru verið byssu fyrir ástæðu. Þeir líta vel út í byrjunarrándunum, þeir bara ná ekki gera það. Það er rétt að málunum, sko. Það er mótspyrna allavega á mótiðum og það er það sem við viljum sjá. Getur Saga dreigið til 3. mapp. Alveg heimur og sérstaklega með 2 rándum yfir. En nú á móti Guns og búin að jafna til 4v4. Æsi samt treytaði strax út, Skún komin inn á, Skún búin að molla og heldi þar tryggja að sætið. Bomban fer niður, 3 á 3, Vissart mjög lár. Rex finnur mikilvæga opnum. Vissart aldrei að fara að búast í blikk hangandi þarna ennþá. Skún núna 1 eftir á 3. Heldur áfram að reyna að finna sér 1v1 en blikk er ekki að gefa hann það. White svingar svo að Stjáni geti komið og klárað þetta. Gullfallega spilið á þeim. 3. rándi fyrir Þór. En ennþá fýtt banki, allavega á Skún, gerir þá fyrir restan af leikmennunum líka og sjáum væntanlega annað kaup hér. En Saga eru að spila þetta rétt, eða spila þetta vel, svona midround og ég meina saman með þetta execute, þetta var alls ekki slæmt, það bara, þeir unnu þetta. En klárlega þeirra mapp, pick hjá Sögu, vappin á ADHD strax aftur. Það er bara beint í pínu úti. Engin spotta er ennþá blikk aftast í íþrótta. En hann er einn. Engin með honum í þessu. Rex reyndar er á leiðinni niður. Spurning hvort hann fari secret leiðina. Og þórið því Viktor finnur Æsa. Random bara. Var það random? Jú, þetta var hann að sæt. Random bara í gegnum ískusmókin. Ok, það geti breytt hugmyndin hérna hjá Sögu. Ef að við vorum búin að ákveða eitthvað fyrir. Þetta geti breytt hvernig þetta endar en Rex hann er á réttum stað. Og með línuna tengi beinti við hérna að ég átti komið línuna á móti. Veit alveg að þetta er típist að komi Rýpík hérna og refsar því. Stjáni núna komin hérna í bak en strax á eftir þeim Skún. Stjáni þarf eiginlega bara að fela sig núna. Ætti að hafa heyrt í þeim en sömulegis þeir Skún refsar honum, bomban fyrir niður og sennilega bara strax bara hérna hjá restina af Þór. Blikk og pressi fara með þennan M-fjarka yfir í næsta ránd. Ég sé ekki fyrir mig Sögu hönda þetta nema þeir fari, já, svo náttúrulega staðsendingin að pressa, en eru þeir ekki bara að fara að keyra upp secret, jú? Ég held að þeir fá að halda öllum byssum. Saga allavega ætti ekkert að vera eitthvað að refsa þessu. Nei. Þetta er, Þór eru í smá basli núna. Ég meina að Saga eru búin að breyta til. Þeir voru að fara mikið út í hefi, þannig að Þór komst upp með það að vera svona, þú veist, að spila aftarlega úti, vera í reyn og vera bara með einhverjar djúpar línur og punisha. En núna breytingin á Sögu er að núna eru þeir 2 úti og 3 í lobby, þannig að þetta virkar eiginlega ekki lengur af því að núna eru bara 2
gæjar úti í raun að fá að ráða öllu svæðinu og þessi 3 gæjar í lobby eru bara ready að fara inn, skilurðu, og þú veist, þeir eru bara búin að samloka í raun 2 leikmenn út frá því að þeir eiga úti, þú veist. Blik er fastur í rein, Vappin er fastur í rotatinu, hann þarf allt í hérna að stikka eitthvað staðar sem hann vill kannski ekkert endilega stikka. Ég væri til í að fá að sjá Þór vera aðeins aggressívari úti. Nei, það er bara góð punktur. Þetta skipti fara allir úti og við sáum það alveg gera það áðan en þá einn úti og það gæti verið að Blik fái bara ekkert út úr þessu. Smókurinn er góður, hann er það aftarlega, hann ætti ekki að sjá neitt framhjá höfðinu og hann er meira sér klárar, hefur sennilega síðan í gegnum litlu kúluna þarna. Þessi komið niður en nær hann að gera eitthvað úr þessu. Vont og óþægilegt sprey hérna, hann er að reyna að koma sér í vonum. Vons gerir það, tekur upp pisluna, er á hreyfingu en Dom kemur og refsar honum, komið byssuna hans núna og þetta lítur mjög vel út fyrir Sögu. 3 eftir samt og einhvern veginn snýst þetta aftur við. Rex, búinn að jafna þetta. 2 á 2. Æsi seinna en kominn núna, báðir í rampinum. Það er heimur það sem er bakka aftur upp á A ef að Dom nær bombinu en hann er ekki að fá að hlaupa í burtu með þetta. Adjáti líka spottaður, heyrir skoti hérna og inn á er Rex kominn og þeir sækja þetta ránd af Sögu. 4. rándi fyrir þá og það er ekki... Jú, það er alveg peningur en þetta er sennilega síðasta kaupi á Sögu ef að þeir missa þetta ránd. Þannig að mikilvægt fyrir þá að halda þessu forskoti. Þetta ránd var meira saga sem maður sá í Ancient, sko. Þeir voru alveg 1 og 1 að taka fætana við téð og... Það er bara sem betur fyrir enda þeim í hag, sko. En nei, ég er sammála. Þetta var svona... spurning að fara aftur í þetta. Frí lobby, allavega dreifðari núna. Þetta þá aggressífur á út í svæðinu. Já, Viktor að fara að taka smókuna aðeins seinna núna. Stoppar það frá því að geta molla nú á vippa og eðalagt á. Róast allt niður við þetta fyrsta kontakti og Blik er að flikla en ADHD er að flikka. Stjáni er á leiðinni upp en hætti við, heyrir hann bakka og hann er tilbúinn við þessu. ADHD er einu skref á undan. Hann er ekki að tengja þessu. Hvernig pressi enda með 2, það er plús. Veit hvað hann er, Skún ætlar að reyna að sækja. Þessi greina er góð og ætti að klára hann hérna. Yes sir, en Isaac kominn inn á. 2 á 2 aftur. Nýfjamt öll rándin hjá okkur. Rex enn eina 1v2-ið. Sér hann hlaupa inn á og hann er komin djúpt inn á. Grenan gerir ekki mikið. Ætlar hann að reynda? Jesu, komin í AK og skiptir yfir í AK-ana. Býður og sér hvort að eitthvað sé að reyna við að pussa á móti. Kemur enn eitt smókurinn og þetta er orðið svolítið erfitt fyrir hann núna. Adjáti líka komin hérna upp á. Hann lætir reyndar heyra í sig bara á síðustu sekundu. Það gæti verið hættulegt. Hann er ekki að fara út með þessu. Klessa hann á þetta. Nei. Bomban er allavega farin. Þannig að þetta er saga sem að sigra þetta ránd. Þakka fyrir það. 3. smókurinn. Missa einn annað í lokin, en Vappin fyrir yfir beggja megin sínist mér, þannig að 6-4 núna fyrir Sögu. Saga, þeir eru með eitthvað segul á sér til þess að vera endalaust multikillar. Það er alveg... Já. Alveg, áts. Og voru mjög mikið að refsa æsa þarna. Famas út vippa bara 2K, það er skellur. En... Já, Famas líka nefnilega. Já, Famas. Þetta var vel gert hjá ADHD hann úti nær. Bara þrem gaurum bara. Þetta er hættulegt ránd fyrir Þór að missa út af því að þeir eru ekki kaupið næsta rándi og það lítur út fyrir að staðan endi bara 8-4 með þessu áframhaldi. Rex núna enn og aftur, einn með Vappan. Og í þetta skipti getur alveg justifæða sparið en það er smá tími. Þetta ætti líka að vera að saga. Mér finnst ekki það í hönda núna. Þó að peningurinn leiði það ekki ómikið þá er mikilvægt að taka hann af honum. Ég held að Rex viti það líka sko. Þess vegna er hann ennþá hérna svona aðeins að reyna að fela sig frá þeim. Einmitt, hleypa þeim á undan og sést hérna þeir eru farnir í höndið. Rex, hann er lár. Hann getur farið seint á eftir upp að kassanum. Þeir eru eins og ekki að hugsa rampin held ég. Það er einn maður á sætinu, það er Dom, já, hann er bara inn á sæt. Ok, lítur út fyrir að hann fái að halda Vappanum.
rétt staðsettur. Hann var 19 HP. Hann var 19 HP. Já, það er málið. Ok. Ég held að væri meira, en líka held ég að bomban væri... Nei. Ég held að hann hefði lifað þetta af, sko. Í Nuke, þú ert að vera bara... Já. Gjörsamlega í næsta postnúmeri og ætlar að lifa, sko. Það er svakalegt, sko. Veistu hvað maður er að missa mikið damage cirka þarna? Ef hún er planted default. Já, lifir með undir 20 held ég. Já, fer eftir hvora megin við sælóin hún er. Þannig að það hefur bara verið mjög tæft þarna. Já, ég held það. Hann hefur tekið sensinn. Betra að taka sensinn en að gefa killið. Það var eiginlega ekkert annað í stöðunni. En kaup samt sem áður en ynga veginn gott. Það er Famas. Ég er búinn að sjá hann gera eitthvað áður. Nýju lína. Famasinn kominn en Famasinn farinn. Þessi lína í hellinu virkar eiginlega bara ef að rafspilarinn er að tefja sko og taka aggrói sko. En já, aðeins og tjart að reyna að fæta þarna með ekkert bakkur frá náttnum sko. Nú bara 4 MP9 eftir og þetta er svolítið erfitt ránd fyrir á til að vinna. Eina er ef þeir fá... statement sko. Þennan, já, ég veit það. Eina er ef þeir fá hana 1v1 en Skúni er komin með honum. Flassi er líka gott. Lindar hann alveg. Það er ekki neinum pressi. Hann er til staðar en er það nóg. Það er verið að halda vendinu. Hann er á hættulegum stað. Gæti verið að við sjáum hann bara droppa niður eftir smá stund. Og einn eftir. Það er blikk og í þetta skipti ekki 1v5 og ég meina það þegar ég segi það. Þetta er að fara að enda 8-4 fyrir þeim og já, þetta er bara að fara að enda. Mókur bara. Já, að gera. Já, Molli líka. Já. Engin ástæða til að spara þetta líka. 8-4 endar staðan fyrir sögu. Ok, þeir eru mjög sátti með þetta og gera það sem við vorum mest hræddi við að fara úr Ancient yfir í Nuke er að eiga góða byrjun í 10 en þeir áttu klárlega góða byrjun í 10. Þór hins vegar hleypa þessu mappi í gegn og væntanlega eru þá með eitthvað tilbúið eða allavega ættu að vera undirbúinir. Við vitum að þetta yrði... Ég held að sko allir vissu að Saga var að fara að pikka Nuke. Ég held að það komið óvart. Nei, ég tek alveg undir það. Þeir eru alveg undirbúinir. Það sem ég segi kannski er þetta sem eins og ég var að tala um í byrjunu útsendingunni. Kannski er þeir bara búin að ofpreppa. Já, heldur það? Nei, ég veit ekki. Alveg eins og í Ancient. Saga er ekki þetta lélegir í Ancient. Þór er ekki þetta lélegir í Nuke heldur sko. Nei, við skilum. Sést hérna, en bæði lið, þetta er bara zigzag, Vissard fyrstu til að strengja saman 2 og Blikk 1 á 3, nær 1, 2 eftir, það er, þetta er 5-7, þetta er bara, er þetta Uspa án sæl? Nei, betur, hvað er þetta? Klokka. Þetta er, nei, ég er að horfa á Viktor. Já, á Viktor. Er ég eitthvað... Veit ekki býtt vitti? Nei. Þetta eru dúlís. Akkur, ég hef aldrei spáð í þessu. Þetta er eins og Uspa sem að vanta sælisuna og eitthvað. Þetta eru dúlís. Er ég að fatta í fyrsta skipti núna að það er bara ein byssa og heldur að dúlís eða? Apparently. Strange. Blikk er allavega að vinna með tíman hérna. Hann ætlar sko klálega að reyna. Ekkert sko. Þeir eru svona að gera það besta í stöðunni þegar þú veist ekki hvað kemur, er að þú bara planta þér í vendinu. Hraður upp, hraður niður. Og þeir eru 2 saman. Feikar plantið hérna, þannig að ég veit allavega hvað þetta er. Þetta er meira advantage fyrir sögu heldur en Blikk. Já, núna veit Blikk ekki neitt. Núna veit hann allt. Já, nefnilega, veit allt. Feikar plantið hérna er ekki inn á þessu, en Skún nær þessu og seinna maður tilbúinn. Hjálminn beint á, halda þessu áfram, 9. rándi fyrir sögu. Sjáum ekki sterkt kaupið Þór. Ég séu aldrei fyrir með Forsa núna. Nei, þeir Forsa ekki... Hvað var það? 11-2 yfir, þá getum við alltaf verið að þeir Forsa 9-4 undir. Ég veit. Það er nú diglur á 2 leikmönnum hana. Fínt, svo sem randa sem við geta verið að leika sér á því. Stjórna svolítið hvernig rándið spilast á tíma en og þeir fá eitthvað kemur í ljós. Þeir eru að taka bara svipa á pistólið hjá sögu
en Wizard alveg eins fær hérna Vist þeir búin að hitta svona 6 skotum í gegnum smókin og það var allt blik. Já, ok, það var X núna. Nei, hann var dyngaður, ok. Já, báðir voru dyngaðir held ég. Kom allavega nær einum heilum og sýnist bomban fá að fara niður, yes. Þannig að þetta eiginlega bara best að þið voru að vonast eftir en Saga ætti alveg að vinna þetta round. Skún tilbúin hérna. Skuggi. Já. Og maður bakk. Og gang. Já. Og Átó. Das Átó. Og 10 round fyrir Sögu. Er það ekki vanlega þannig, ef að eitt lið rústar map 1 og annar lið rústar map 2, að þá fáum við close map 3? Það er skriptið sko. Er það ekki skrifað í skíin? Það er svolítið skrifað, en ég veit bara ekki hvort að þessi leikmenn sé að fylgja skriptinu. Það er eiginlega gallinn sko. Við erum með þetta allt skrifað hérna á okkur, hvernig þetta á að fara á móti og svona. Já, við erum með þetta með Jóa Shine scriptmaker eins og sést í pick-em sigurinu hans í stórmeistaramótinu. Já, það var þetta. Nei, úrslitakeppni sig. Hann er the genius sko. Skriptið í kvöld er að Saga tekur þetta í 12 svo kemur comebackið. Það er svolítið. Sjáum hvort þeir fylgi því, en allavega so far, so good hjá Sögu. Já, þeir eru alveg bara 1,5 hérna, 20 AB eftir á Æsa. Klíra þetta enginn nema blik sko, þeir eru alveg, veit ég hvað er, þeir eru bara, veit ég hvort þessi bara búin að missa fókus, ég held að þetta væri of auðvelt svona map 2 eða hvað, en þú veist, þeir eru vært einu sem ekki að klíra angles og eitthvað, það er alveg. Stjáni er að fara að fá allavega 1 kill hérna og kíkja báðir til vinstri í átt að Ískur akkurat þegar hann kemur hérna út. Nú eru sko Þór svolítið að bara spila 1v1 eiginlega, að leita og það er eiginlega fittar ekki playstilin þeirra kannski, en við veitum alveg að þeir eru góðir í klötsunum, en þetta er svolítið erfitt að biðja um. 1 og 3, eru þeir ekki með bombuna? Jú, hann nær einum 12 AB eftir samt og mjög óleiklegt. Hver er hann næstur? Já, Skún. Já, svolítið erfitt. Málið á bombunni og kemur ekki bara Nathan beint eftir. Nei, hann repositiona, hann gefur bombuna. AT er komin í heavenið. Það er kannski eina sem er hentugt er að þeir eru splittaðir og hann ætti alveg að vita það. Hendur smókinum út og ætlar hann svo að fara upp byttu. AT er akkurat að rótita. Þetta er svo, hann nær að brjóta tímasetningunni á AT. Hann nær að brjóta timingið svo vel á þessu. Ok, planti minna það er sigur 1. Núna í 1v2 þar sem hann bara getur ennþá alveg undir rándið þannig séð. En erfitt, hann ætlar að taka meira sér stend. Ég hati þetta ekki, þú ert 12 AP, ef það er eitthvað tími til að gera eitthvað svona play. Já, og komnir á bomb, hann stikkar ekki. Pressi kaupir þetta ekki. En þá er spurning hvort að Skún búist við þessu núna, stikkar alveg plantið. Skún er bara rétt stað, en já, í þetta skipti stikkað, það var Heimir sem hann hefði spammað hann líka í smoke, en ég hati þetta ekki, þú mátt alveg gera þetta í þessari stöðu. Með þetta HP og, já. Líka þetta er líka sko psychological sigur eða vinnur þetta svona sko. Hvernig stikkuðu ekki bara fyrsta skipti? Galil á Æsa, restin á AK, lítið utility. En þetta er hjálpar að fá plantið. Það er spurning hvaða hugmyndir að hafa fyrir þessu terfi. Það hinga til hefur að vera svona smá lítið að vera sko. Já, hjálpar ekki þegar að Wizard er að fá 5. killið sitt í gegn smoke. Annað. Já. Wizard. Þetta er að líta mjög vel út fyrir Sögu og lítur allt út fyrir að við förum í 3. map. Ætli það verið þá 13-5 ef þetta endar 13-4? Það verður 13-3, 13-4, 13-5? Það verður
24-22. Ok. Sæll. Hinum meginn í bracketinu komin leikur í gang. Það íslenska anime samfélagið á móti Geir H. Geir H búinn að vinna fyrsta map. Það svoleiðis. Yes, sir. Ok. Hvað var skorið? Önnum yfir það Skorið fór 10-13 og þeir eru nú í leik nummer 2. Staðan 7-5 fyrir hálfleik. 7-5 fyrir Go to game, það má vist að gera. Það í Ancient 7-5 fyrir íslenska anime samfélaginu. Þannig að þeir eru allavega að spyrna á móti. Hinni lengirnir eru bara að detta í gang og allavega að setja tíma. En höldum okkur við þennan. Þór. Þú meistar að svo sorglu detti hjá Rex, sko. Nú. Gæði var að fara að reyna að strauja ofan á vibba en vissar það var eitthvað að takka hann og þetta var svona eins og, þú veist, þú ert basically búinn að drepa gæjan, þannig að þú ferð að kasta títuprjónum í hann. Þetta var þannig moment. Já, bara svona, hann dauður og hann að hoppandi eitthvað svona, klikka bara vann. Geta bomba niður. Herfis rítæk. Já, pressið þarf vel að fá einnina til að sé ykkur heimur en þetta fara að líta hræðilega út núna 2-5 aftur og séu þetta áður en við sjáum þetta ekki núna. Það 13-4. Einu skori munur á síðasta leik en, veistu, við erum að fá 3. mappi og nú eru bæði lið búin að líta vel út og illa út, mætti segja. Þór voru í rauninni ekkert rosalega góður í þessu mappi. Þeir voru að gera rétt. Mjög fyrirlegt. Já, þeir byrjuðu vel í öllum rándum líka en svo held ég að Saga hafi bara svolítið dregið orkuna úr þeim. Að leita einhvern veginn bara út fyrir að næstu eins og þeir hefðu bara gefist upp eiginlega. Mér fannst vanta svo mikið hjá þeim. Þeir voru spara, ég veit ekki hversu oft hjá Þór og kannski það hafi bara svona hægt á hjá þeim andlega líka bara. Já. Sérstaklega, sko, það ekki eins og þetta hafi verið eitthvað svona true Saga fashion þar sem þeir eru að rusha þeir niður, þú veist, þeir áttu þannig 2 inni rush, vel tímasett inni rush, en ég meina þeir voru bara, Saga voru bara að treyta úti og löbbuðu svo eitthvað saman lobbygörunir, þú veist, þetta var mjög svona fyrirlegt að því leiðin til að þetta var orðið svolítið hugmyndasnautt. Já, þetta var svona, þeir reyndu eiginlega ekkert og voru uppi skröppa með hugmyndir. Já. Það var svona tilfinningin, skilur við. Einmitt. Þú veist, þeir voru ekki, Saga var ekki dominita. Nei. Þó að skorið segi annað. Þú veist, þeir voru dominita leikin en þeir voru ekki dominita roundin. Nei, ég meina það. Þetta var close round, þetta var við sáum, ég veit ekki hversu oft 2v2 og bara hefði getað farið í báðar áttir, allavega litið betur út fyrir Þór. En það 1 mapp eftir og ertu með eitthvað hugmyndum hvernig það geti endað? Nú veit ég ekki neitt, sko. Við höfum allavega smá pásu til að melta það og svona kannski gefa eitthvað prediction en þið þekkið þetta stutt pása og við förum síðan yfir í 3. mappið. Ekki bara langt nær Saga að gera eitthvað í þessu eða Þór að fara að klára þetta? Já, bíllinn nýlega búinn í gang, sko. Það 2 eftir áferðinni og hann alltaf farið til hekki og allt sem hann alltaf farið. Og hann líka nýlega yfirfarinn, það bara skiptum olíu og það skiptum allt í bremsu. Fyrst að passa allt. Nei, þú þarf ekki að færa í því. Við sjáum hann allt fyrir alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Vissi hann eitthvað stóma? Nei, hann sé ekki dauður, sko. Hann rauður, hann segir að hann rauður. Þetta kollegi minn, hann tala um eitthvað rauðan bíl. Já, klukka 3 mánuðar. Það ekki vandamáli. Já, passa fyrir því. Come on! Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
komnir aftur úr sjóðheitum núgleik, alveg eins og Ancient fór líka. Sjóðheitur þá segi ég hjá einu liðinu, en í þetta skipti var það hitt lið, þannig að við fáum allavega þriðja mappið. Það Anubis. Erum við með eitthvað data fyrir framlangur þar? Þú varst búinn að nefna áður og Þór þeir alveg vera góður í núg líka. Við sáum það ekki. Við sáum allavega ekki það sem að þeir vildu sjá heldur. En Ancient, þú sagði mér bakvið áðan að Saga eru sterkir í Ancient, Anubis afsakið, hafa verið allavega áður. Voru svolítið fyrsti til að skrifa svona explosive leið fyrir sig. Fyrir smá tíma, sko. Fyrir smá tíma, að vísu. Alveg, ég held að það séu nokkur hár búin að grána síðan, sko. Nú, svoleiðis. Alveg smá síðan. En ég meina, þú ert með reynsluna þarna fyrir, alveg svo núverandi gamalt mappi, allavega mikið spilatími hjá þeim, þar ættu þeir að vera eitthvað preppaðir, en það kannski frekar spurningi sem ég að segja, Þór að fara að vera með eitthvað á móti þeim, þú veist, hvernig klassastíllinn hjá þeim í þessu mappi? Þetta já. Ef að heimurinn réttur, það ekki oft, þá ætti Þór að rústa Anubis. Af því að sko, ef maður horfir tilbaka, þetta öðruvís line-up, en ef maður horfir tilbaka í seasonið, Saga voru í bastli á Anubis. Þeir voru alveg að ströggla, ég meina þeir töpuðu, hvort það var IA sem var það ekki bottsætisliðið? Töpuðu meðal annars Anubis á móti bottsætisliðinu, unnu samt restina af seríunni, sko. Þannig að þeir hafa alveg mjög mikið verið að ströggla í Anubis, en það auðvitað öðruvísi kannski núna, því að Wizard komin inn og Viktor komin inn, þannig að kannski það ekki alveg brútal og það var á tímabilinu, en á móti kemur að Þór voru mjög mikið að spila Anubis og þegar þeir töpuðu Anubis þá var það vanlega á móti betri liðum. Það var ekki, þú veist, þeir voru ekki að tapa á móti bossætisliðinu í Anubis eða neitt svoleiðis, skilur. Einmitt, þannig að eins og segir, ef að heimurinn réttur og þá ætti Þór að sigra þetta, en að því að hann bara því miður ekki þannig, þá ætti þetta að vera triple overtime eins og ég spáði. Já, þetta verður 24-22 eins og Siggi sagði, sko. Það ekki þannig? Nú ég bara, þegar ég sagði þetta við áðan, þá var ég bara býttu, það til það svo langt síðan maður lendir í þessu skóralæni? Það 15-15, svo ertu með 18-18. 21-21. Já, 21-21. Já, það 22-20 rauninni að þú vinnur. Þannig að næsta eftir þá 25-20. Jú, 25-23. Jú, 25-23. Ekki 24-22 eins og ég segi. Nei. Þannig að smá klikka. Leikurinn var ekki alveg búinn hjá þér. Hann var ennþá í gangi. Sem þýðir að við förum í 4 overtime í rauninni. Þannig að við förum í 25-23. Þar hafið þið það. Núgleikur eftir 30 sekundur, pistólið, við förum í hnífa vantarlega líka núna, þannig að... Já, ég veit samt ekki hvort það skiptir eitthvað það miklu máli núna. Nei. Það áður fyrir þá vildur eiginlega að byrja terror, sko, af því að það ógeðslega erfitt CT, en ég held að það skiptir ekki máli, þannig, þú veist, ekki lengur. Maður finnur allavega ekkert fyrir því, þú veist, ég ekkert, eins og hefur maður tapar hnífum með njúk og maður bara, ég terror. Maður finnur ekkert alveg fyrir því, þú veist, Anubis, maður finnur ekkert fyrir því, sko. Nei, alveg góða punktur, ég kannski frekar en að spyrja, þú veist, hvað líklegt á pikkir, en mér sýnist að vera nú þegar ákveð. Það ekki að lifa að pikka bara CT, sko, alveg. Já, ég hef verið lengi á því að, sko... Þór vinna þetta hnífa, ekki. Það er stað allavega, býtu, wow, reverse sweep, never mind. Ég er að spá því að ég er að fara að henda út Secret knowledge. Á challenge mode, þú sér það sko að þeir eru ekki með armor í hnífum. Þannig að þú getur left, right og þá... Wait, what? Ég hefði haldið að það væri upplýsingar sem myndu kannski fara fram hjá sögu. Þannig að Þór myndi vera left og right og Saga myndi vera left, right sko. Þetta er eitthvað sem ég myndi ekki... Þarna var ég að henda út Industry Secrets. Já, mér heyrðist það. Og það er til að vinna hnífana þar sem þú getur valið hlið sem skiptir ekki máli eins og segir líka. Þannig að ég rauninni kemur út á það sama. En þeir allavega pikka sér til hliðina Saga. Já, ég hef alltaf verið nefnilega svolítið fastur. Bara útsækir þetta, spottar allavega. Meira. Nei, veit. Agaður þarna. Já, líka engin nálægt honum ennþá. Domjú kominn að honum en hann er bara með sitt eigið svæði til að passa. En kemur sér fyrir hann á sæt. Hann þarf stiga? Jú, býttu, hann náði manni í stiga, ég tók ekki svona eftir í. Keirar inn á og Æsi sækir 2
Þetta var svolítið auðvelt. Já, þetta eiginlega svolítið bara slöknaði hana einhvern veginn. En ég alltaf samt að reyna að koma þetta nær, en fínt setup hérna á Stjána og pressa tilbúinur að fara á kontenti og sennilega bara íta meira á hann. Tímasetningin svo góð fyrir Vissar. Nær þarna höfði og pressi tilbúin og nær neglu þarna. Sömuleiðis Ati. Enn og aftur, 2v2. Alltaf verður þetta jafnt. Viktor finnur eina opni hérna á pressi. Hann þarf að setja meiri pressu á þetta en dugar ekki. Ati sækir líka lokunina. Deffi kemur inn. Saga tekur fyrsta rándið í Anubis. Nice. Ég væri til að sjá Þór taka eitthvað hratt og ekki til að Heyrðu þeir, veistu, I like it. We're back. Út af því að ég heldur þurfi svolítið sko bara svona vera bara kokki í raun. Ég held að það vanti hjá þeim, það sé ástæða fyrir að slokna til á þeim í núk. Fannst þeir vera ofagaðir fyrir sinn stíl. Þegar þetta eru að reyna að transitiona yfir í að spila liða sér og þetta ákveðið balans sem þú ert að finna og stundum ferðu svolítið í öfga þegar þú ert að taka fyrsta skrifin sko, sem lið. Algjörlega. Nei, ég er 100% sammála. Hárrétt hjá þér sko, og það er einmitt sko út af því að maður fattar ekki fyrr en að maður er að seifa í annað eða þriðja skipti eða bara þetta er ekkert eins og ég vil spila sko. En líka held ég að það sé gott fyrir þá að sjá þó að það væri ekki nema 3 kill bara við vorum nálægt þessu. Freitið kemur en bakka síðan eftir það. Þeir eru svolítið einir á báti ennþá þrátt fyrir þetta kaup og þetta, ég meina þeir eru með 2 Galils en ekki HP-ð og sennilega ekkert til að... Skil ekki alveg af hverju eru þeir 2 að pusha mid og e-box á saman tíma. Þetta er alveg... Frekar eitthvað ekki anti-stress. Nei, ég meina hjá terrónum sko. Já, ég meina það. Ég er að segja að frekar en að finna eitthvað refsinga heldur en bara að koma sér að sínu. Það er svo fyrirlega það því að ef þú færið enga mótspyrnu í liðinni þá er líklegast hefði mikið af skaurum á bíinu þannig að svona ekkert eitthvað. Ég myndi allavega ekki fara í pussið hérna. Ætlaði að segja allavega, hann er tæpur hérna, kemur með plantið. Vel orðað. Þeir fá deffið, en plantið... Það var svo sem, ég held að Saga voru alltaf með yfirhöndina í þessu rándi. Já. Þeir voru eiginlega, það var svona, ég var ekki viss þarna þegar ADHD var einn í miðunni og hann var eitthvað að taka upp hnífinn, taka upp einhverja grenu, taka svo upp byssuna, taka svo upp hnífinn aftur, ég veit ekki alveg hvað það var. Nei, ég veit. En þetta rættaðist. Sem betur fyrir, voru að passa að vera með byssuna uppi. Það var smá vandur, sko. Af því að hann var alveg galopinn líka, sko. Já, meina. Stóð hann bara eitthvað í miðunni, sko. 3 diglur, 2 tekkur og sem var saman hérna á miðunni. Hún var auðvitað frí í seinasta rándi, þannig að þetta er mjög gott kall út frá upplýsingunum sem við fengu í seinasta rándi. Ég fíla þetta að labba bara í gegnum smókin. Nei, býttu, þeir gera það ekki. Ég lífi. Jú, en þeir eru búin að steppa, þannig að Viktor ætti að hafa heyrt þetta og getur gefið infóðu núna. Sýnist Rex að hafa spotta, gerði það já, nær ekki skotinu Viktor, White svingar hérna og tekur annan lágan. Góð greina sýnist mér, klárar ekki Stjána. Hvernig lifir hann? Djúpt, Stjáni kemur sér svo nálægt fyrir þarna. Vissar núna einn að halda þessu. Ati er kominn og þetta lítur bara hreint út fyrir þá. Jú, ekkert mál. Þarna voru þeir næstu búin að gera eitthvað gott úr þessu en samt enda allir 5 lifandi á sögu og þeir eru bara sátti með það, sama hvernig rándið fer að enda með sigurinn. 3-0. Það er bara svo gaman að sjá hvað Saga er að spila vel saman allt í einu. Þú veist, þeir eru búin að vera ógeðslega svo mikið sóló, ég meina þeir rústuðu Nuke en þeir voru líka að spila sóló í Nuke. Þeir voru ekki, jú. En núna, ég meina þeir 2 í góðu sett og B, 3 að spila alvöru kontaktana miðjunni og A. Það var alveg Leistil sem að alvöru ferskt loft, sko. Já, henta þeim. Dom straujar út og við vorum að tala um 1v1 en hann var tilbúinn. Viktor ætlaði strax með honum en hann er ekki kominn. Fór tilbaka eftir hann held að hann væri með þetta kontról en pressir refsa því og reynir ennþá við seinna killið hérna en Viktor held ég kalla þetta gott á utility til að kaupa sér tíma.
En á meðan ADHD komin í svakalegt flank og hann að fara að finna bombuna. Lappar frekar lengri leiðina. Sí, hvað hann komin langt maður. Og þetta reyndar alveg svakaleg tímasetning. Það versta að Pressi það langt í burtu. Hann ætti ekki að geta kallað þetta. Rex að halda þessu núna. Tímasetningin svo góð. Hann kemur á besta tíma, spottar einn og að fara að taka trigger-disciplinuna, spreyja niður 2. Þriðji væri plus. En hvar seinni maður? Hann kýs frekar að halda þessu, skilur það eftir. Og Pressi núna vita hvar hann Hann var að fá bombuna, en þeir vilja bara rándið. ADHD opnar þetta fyrir þá algjörlega. Vissart eini maðurinn á sæt, en Stjáni veit það svo sem ekki. Einn maður bak 100%, en hvar eru hinir 2? Hann að leita, Vissart spilar þetta örugt. Miðjan rauninu opin, en Stjáni hann vill fara nær, hann vill finna meira. Hann ætti að fá að finna einn hér, en maður ekki að klára. Hann, Vissart, tryggir 4. rándi fyrir þá. ADHD gjörsamlega opnar þarna. Þeir eru bara í góðum málum, ég meina, þú veist, þeir eru bara að vinna rándina því að þeir eru betri. Í rauninni? Þetta ekki eins og, þú veist, þeir voru svo sem betri í njúkinu líka, en þú veist, þeir voru ekki bara multikilla í einhvern stöðum sem þeir áttu aldrei að multikilla í eða eitthvað, þú veist, þeir eru bara að outplaya þá eins og Eins og Keyword, hvort að Saga haldi þessu áframgangandi eða hvort að Þór finni einhverja leið til að brjóta það. Kemur í ljós, nóga rándum, Rex öflugur hérna í miðjunni. Sækir ekkert kill en sækir með control. Vissart tekur flassið á besta tíma. Viktor hann að fara í gegnum smók, hann fór út, þeir eru klemdir saman. En þeir fá B-sætið. Þeir skiptum stöðu en þeir eru alveg sátti með þetta. Skún komin, Skún á réttum stað. Nær einum, bomban fer niður svo lengi sem að Skún hittir ekki skotinu. Þannig að þeir eru strax konir með betra úr þessu en þetta lítur samt út fyrir að Saga sigri þetta. Rex og Pressi. Þeir eru búin að sjá Þór í þessari stöðu á þeir. Þetta skipti þá þeir bara á móti miklu sterkari sögu. Viktor sækir síðustu 2 fellurnar og ekkert mál fyrir þá. Þór, þeir þurfa að finna eitthvað lausn á terrarhliðinni hjá sér. Þetta ekki alveg búið að virka fyrir þá. Áðan þegar Viktor, ADHD fer í flanki á þeim, það var líka svolítið góð tímasending hjá þeim út af því að þeir eru í slæginum á móti Dom og Viktor í B-maininu og það svolítið að draga athyglina af ADHD sem að labba bara í gegnum miðjuna. Þannig að þetta líka svolítið svona hvort að það hafi verið tímasending sem að hann var að plana eða ekki, þá var þetta rétt. Það er bara happy little accident. Ég held samt ekki. Ég held að hvort sem hann segja það upp eða ekki, hann finnur alveg fyrir tímasendingum. Þetta PlayStation og maður sér hann spila mikið. En miðjan, þá Þór. Þetta að fara að koma Viktor og óvart í miðjunni. Æsi finnur ADHD. Já, það rétt. Þetta að líta ágætlega út fyrir þá. Já, og þar snýst það við. Vissart núna 1 eftir og langt í burtu. Vita líka hvar hann þannig að þetta ætti alltaf að enda Þór þó hann hefði mist þetta kill. Þá var setupið að fara að vera nógu sterkt. Fyrsta rándi fyrir Þór núna og eru við komin með þá í umræðina. Ég held að þetta tempo virkar líka bara mikið betur fyrir Þór. Ég meina, þessi gæri ekkert að fara að bíða þá hlæður við 40 sekúndur eftir rondinu og taka eitthvað XX sko. Það ekki þessi gæjar sko. Nei, einmitt. Þetta hvort að þeir ná næsta rondi líka, það svolítið held ég Þór líka alveg momentum-based lið miðað við það sem hann hefur séð núna sko. Ég næ ekki að rata í gegnum öll 6-7 tímabilin sem hafa verið þarna áður en frá því sem ég hef séð af þeim Sús núna Þór að þá sé ég svolítið svona svipaðan playstíl í þeim. Þeir eru mjög momentum-based. Þeir þurfa að brosa og hafa gaman í leik til að allt sé að ganga upp þeim. En ADHD finnur ofnir hérna Blikk, situr í smóknum, ADHD klessir, honum refsað og honum illa refsað. Viktor dettur líka þarna, opna þetta og þetta einmitt playin sem að sér leikmenn eins og Blikk og Kók gera. En Vissart sterkur heldur öllum kúlunum niðri, klára seinni mannin, rétt í lokin, kemur sér nýja stöðu, reynir að refsa Stjána þegar ná að brjóta þetta. 2 á 2, bomban fer niður, hvað síðustu 2? Dóm og Skún komnir nálægt núna.
en Dóm þarf eiginlega að hanga eða gamla að fara í gennum smókin, en Stjáni alveg uppi hann og honum refsa jafnóðum. 1v1, Æsi hefur heyrt í skúnaður, veit á honum núna, Mollin komin upp. Feikar bombuna, Æsi, upplegur þarna. Hann er ekkert að ofhugsa þetta, hann er bara að taka fætin, á plantinu eða ekki. Þetta er einmitt það sem ég meina er að þeir þurfa svolítið að vera bara cocky. Já. Af því að, auðvitað, jú, kaupa tíma, ég meina það er, sko ég vil ekki að ég gera það oft. Bara er að reyna eitthvað ofhugsa eða outplaya leikmennina. Af hverju maður notar ekki bara byssuna stundum. Þú veist, það er, þú veist, með svona sterka leikmenn, ég meina, og þó þú tapar því, það gengur betur næst, skilur. Þú veist, skára með einhver deffar á þig og 2 round komin fyrir þá og þeir virðast vera að halda fínum momentum í hérna. Það er til að taka mótið þeim og þarna er refsað Skún og Dóm strax á bíinu. Eru með part af miðjunni upp á info að gera. Vissart er þetta að keyra og sækja miðjuna. Þeir eru ok, konum með það info. Engin er hér. ADHD er komin í bak en er það ekki of seint. Pressi er að halda honum. Viktor og Vissart núna 1-2 eftir. 1 vitaður en mér sýnst þetta bara að vera spar. Það er mjög áhugavert að pusha 2 úr B-lobby þegar þið eru 1-2 gænir á B, en það virkaði fyrir þá áðan. Já, en það hefði virkað og það hefði verið svona, þú veist, geggjað. Já, í alvörunni. Það er það sem ég meina. Það er kannski ástæða fyrir að reyna aftur. Við sættum ekki við að bara, herru, við komumst upp með þetta. En, spotta er líka núna, þannig að það er practice on. Viktor nær fellunni, en það koma allir út vatnið. Allir hlaupandi spenntir. Viktor er að gera, heyrðu, ok. Ég meina, nei, hann er með endalausan tíma. Viktor, þú getur ekki verið að reyna þetta. Ég elska þetta. Hann er að fara strax bara á móti. Smókurinn kominn á bombu. Engin er headshot. Ætlar hann að stikka þetta? Þetta er svo fyrirlega plant. Já. Stjáni mann hvað hann plantaði. Já. Engar afvíkjur. Einmitt. Það er svona stöðu þar sem maður gleymir því. Já, akkurat. Hann er ekki pottið þarna. Hættulegt, en tóku sér til. Og þetta var með dæmið það sem að sko, ef að Saga ef Viktor hefði unnið þetta round, þá hefði farið í næsta round í rallygirnum, sko. Þeir eru alveg sama lið þegar kemur að því að peppa sig upp, sko. Viktor tilbúið með flash hérna, þeir eru að keyra út æð. Flassi blindar engan. Ná einum. Vissart er með Stjána. Ætlaði að segja með Stjána fastan, en hleypur þarna í burtu, en nær honum samt. Við erum eftir með betri byssur, en byssurnar geta verið teknar upp. Viktor kom með AK núna. 4-3. Þetta gæti enda illa fyrir þá, en þá diglur á mappinu líka. Bara hvaða diglur sem er. Heldur döða diglur, nefnum mænt. Já, döða diglur, þessi diglur sem virkar ekki. Það er eitthvað, þessi er eitthvað gamla. Þú droppa með diglu, ég kynnt hann. Þetta er ekki komið niður ennþá. Og Æsi búinn að finna, já, það er núna sennilega bara þetta er ekki að horfa þarna, en hann hitt þessu skoti að þetta samt er ennþá erfitt fyrir hann. Vappin á Rex, vappin á ADHD. Kills á Æsa. Það hafi verið, sögumann hafi verið að ströggla svolítið með miðjuna. Það er spurning hvort það er byrjað halda henni, þú veist, þeir eru mikið búin að vera að gefa hana, sko. Já. Þeir eru ekki búin að spila hérna hóluna. Rex! Öllu ekki búist við Vissart svona árásargjöndum í byrjun. Líka einn á A-inu. Það gæti svolítið, þetta er svolítið sterkt fyrir hann. Sama dæmi á áðan, þetta er riski en mjög mikið reward. Þú ert ennþá með sterkt
sett upp allstaðar annarstaðar á mappinu og Vissardi kom með mappkontroll. Atli spottaður en spammaður í gegn Viktor. Hann hefur örugglega verið með spónið. Ef þú ert með spón, þú veist, fremsta spónið sem CT, þá ertu alveg á undan þannig. Þú veist, það alveg, já. Að taka línuna út, meinarðu, líka? Já, bara að fara út líka. Já, ok. Þú ert að fara út á svipum tíma og fyrsti gæinn að koma, sko. Þannig að það alveg, oft sem að það tekið play þar sem að þú veist, nelt flassi í vegginn og kíkt með því alveg út, sko. Ég bara, ég spila á spónið sem Viktor er í núna. Já. Það sko, eftir að það var breyting, ef þú sér spónin hjá terranum á mappinu, það var áður fyrr, það voru fleiri spóns í áttina að A. Já, en eftir það var tekið þau út, sko, þá þetta orðið svona aðeins betur balans. Já. Það var líka þegar þau spón voru, þá varst það út að fljóta sem terri inn í e-box til dæmis. Þú veist, það kom mjög mikið óvart, sko. Unga fyrir utan, ég hætta við, færa sig á miðjuna. Og ég meina, fínt sett upp þar, þeir eru nú ennþá í miðju rótiti á B. Það er enginn þar. Býttu þetta var plana splittja með að kasta rótitinu yfir á B til að ná Viktor yfir á vinstri hliðina, en Vissardi búinn að vera svo sterkur en ekki þetta skipti. Þeir eru komnir með bombuna niður. Dom hleypur út og skilur ADHD eftir með vappan og segir það. Ekki þetta skipti, Æsi. Ekki þetta skipti. Tæpur. Býttu, hann veit núna tvo leikmenn. Þeir eru strax í höndinu. Blikk afsakið, kominn inn í bakið. Býttu, hann veit á öllum. Ég ætla að segja að hann þessu tilli, hver að segja að hann reynir það ekki bara. Vá. Passa á málunum. Ég eitthvað að kenna þeim að spila. Einn eitthvað að segja eitthvað úr aftursætinu. Strákar, ég er level 8. Ég er svo vanur að backseat game. Strákar, ég er level 8 á Faceit, sko. En það búið að líta mikið betur út hjá Þór eftir að þeir byrjuðu að spila saman og á aðeins hraðara tempói. Stundum það virkar ekki bara að default á að spretta út og gott að þeir förtuðu að áður en þeir voru búin að tapa mappinu. Einmitt. Þetta Saga búin að tryggja allavega öruggan helming, 6 randa þá. En við erum ennþá í 4 og 4. Þór geta jafnað þetta ennþá. ADHD spilar hérna alveg í hotninu og hann er svolítið að geta eitthvað klassi á sig, en Blikk klassir á hann áður en að ADHD blikka. Af hverju dóma á hoppanum? Já, Svissa er eitthvað hérna. Skilst það bara að vera dóm sem pínu lár Vissard, nær einum, nær actually miklum skaða líka. Það er, ætlaði að segja, alveg heimur, en já, hann er ekki alveg að tengja hérna. En svolítið erfitt fyrir hann, með vappa og eiginlega bara, eftir fyrsta skot, þá er hann bara að skipta yfir í pisluna, sko. Það er eiginlega held ég engin leið fyrir hann inn í þetta. Blikk kemur síðan fyrir hotni, er allir með þetta. Ég var með Dóm í liði í einhvern tíma. Ég man ekki til þess að hann hafi ever tekið upp vappan. Sko, ADHD var inn í Electric, sko, alveg hérna í hotninu. Gæti verið hann hafi bara verið búinn að ákveða, heyrðu, taktu vappan svo ég geti tekið þetta play og kannski freka það heldur en að... Ég bara spá, þá hefði örugglega vappinn farið af einhvern annan, sko, ég veit ekki Nei, þú meina það, er þetta bara reyn í... Já, ég veit ekki alveg með það, sko, Hann er bara ekki... Ég geti allavega ekki sagt þér neitt tíma sem að Dóm var með vappa, sko. Nei. Þannig að við fyrir ekki... Ég kannski var að spara hann. Já, eitthvað svoleiðis. Það eru ógeðslega góður með vappan í hérna Day of Defeat, en ég veit ekki hvað séð, sko. Blikk. Sér 3. Já. Ég bara sagði alla 3. Og það er ástæða fyrir að Stjáni og Pressi ýta hérna. Viktor tekur á móti, en Pressi allavega jafnar þetta og Pressi hann bara aftur á sitt svæði. Æsi er komin til hans. 2 á B, 2 á A, enginn á miðjunni. Þar sem að Saga eru að lappa í gegn núna. Þetta var stepp. Æsi og oh my god, ok! Góða kúlur, slakur, vanda sig. Æsi er 16-8.
Það er nefnilega það. Það er smá leyni. Ég veist ekki að hann væri 16-8 sko. Menna, hann var að one-tappa í fyrsta mappi sko, bara í cave bara á fullu. Sko. Hann er búinn að vera kokki frá í byrjunleik sko. Hann var líka alveg með ágætt kill í núk, þrátt fyrir skorið sko. Það er náttúrulega svolítið skemmið fyrir þeim þarna. Þetta sé bara fletti upp hérna. Ég hef líka sagt ykkur hvernig hinni leikirnir eru að ganga núna, þeir sem eru í gangi. Eftir þetta Bírus, klárum það. Nei, það er bara búið. Fljótt afgreitt. Aha, það er nú ekki mikið í þessu. Eða hvað? Er hann með bombu eða? Nei. Já, hvernig eru hinni leikirnir að fara? Þeir leikir sem eru í gangi hjá okkur, Íslenska Anime samfélagi og Geir H, þeir eru ennþá bara 1-1, þeir eru sennilega að klára núna, ég fer inn í leikin bara hérna og skoða það. Hjóla og enska á móti Vata. Vata eru búin að sigra fyrsta map. En ég ætla að skoða hérna skorið á Íslenska Anime samfélaginu og Geir H. Staðan hún fer sem sagt 13-10, 13-7, svo erum við með 8-2 leik í gangi núna þar sem að Íslenska Anime samfélagi er með 8 yfir Geir H. Í hvað mappi? Það er í núk. Ok. Það er auðvitað hver vann hnífana í þeim leik held ég. Já, er það ekki? En svo ætla ég að fara hérna yfir í Geir H leikinn. Nei, afsakið hérna hjóla og enska á móti Vata og hann fór 13-6 fyrir þeim í Ras, fyrir Vata þarf að segja. Vata er auðvitað coming in hot eftir Turbo Cup vinn. Jú, aukur. Fara meðal á móti Íslenska Anime samfélaginu. Þeir voru í því móti. Team Liquid líka, eða Liquid, hvernig sem þeir eru með þetta að skrifa. Ég sagði við Tomma síðast með þess að geggja að sjá að Team Liquid væri að taka þátt í íslensku móti sko. Það var pottitt komið VRS points hjá okkur greinilega fyrst þeir að sækja sér eitthvað free points sko. Það var alltaf bara face en þeir voru búinir að klára sitt run. En klárum þennan leik, 8-6 er staðan og Þór yfir með 2. Lítur ennþá vel út fyrir á. Já. Hægt og rólega þurrkaður út og þetta, nú eru leikmenn hjá Saga svolítið bara treyst að þeir fá eitthvað múlfskilsi, allavega kills. En draga þetta eins og þeir geta. En 2 eftir núna, vita að Dom er á þessu svæði. Komið mann í bak núna, Rex ætti alveg að ná þessu og Skún 1 eftir á 5. 1 kill en meira verður ekki, 9-6. Ok, fyrsta gunnar on, það er spurning, sko, Þór var mikið að vinna með miðjuna. Það var svona þeirra dæmi og Saga voru alveg bara fínir með það, það voru mikið að gefa miðjuna. Spurning hvernig Þór mun spila. Ég man einhver tíman var ég á móti þeim í Anubis og þeir voru mikið að spila með vatni þá við gefum gluggan. En það er auðvitað núna kannski aðeins minna að vera að því að það er búið að finna svo mikið counterstuffi og eitthvað sko. Það er spurning hverjir áherslunar hjá Þór séu. Það er það meira. Lár eftir alltaf skagan hafa 33 en sama á hinn vappan, 10 HP þar og það er í spammi í genið smók. En á vappa einhvern veginn alltaf einu skoti. Skún er alveg að reyna að ná blikk hérna, en blikk þetta er ekki oframalega. Stjáni á geggju flassi frá Rex sýndist mér. Já. Saman þjappaðar að miðjunni þá, Rex finnur í viðbót, Viktor dottinn út, 2 leikmenn eftir og 1 mjög lágur. Skún ennþá hangandi hérna, reyna að refsa blikk, en blikk er ekki að overrex stefna, hann er að spila mjög vel og Rex enn að taka skaða á sig en ekki nóg til að klárast, tekur Vissard út líka. Málar í þessum leik, það er ekki hægt að sjá í gegnum það. Alveg. Þeir eru erfiðari núna, by far. Æsi finnur Skún, nú 1 maður eftir og læðstur á öllum. Spotta í höfuðið, en erfitt ránd hérna framöndan, vita líka hann er eitthvað staðar á mappinu, vita ekki hann sé Lár held ég. já,
vita hann sé einhvers staðar á mappinu. Segir þetta sko þegar þú ert að tala um ADHD, þá þýðir það svolítið, hann er alveg. Já. En, Gekka kótátt. Þetta var samt sko saga, þeir eru stoppaðir hann svolítið í miðunni, ná ekki að komast út frá hurðinni og á meðan er secondary attacki er að reyna að komast inn í gegnum e-boxið en þar eru þau bara smókur eftir smók þannig að þeir komast ekki neitt. Einmitt. Og þú veist, A-gæðin þeirra var ekkert redd til þess að taka fæta A, B-gæðin þeirra var ekkert redd til þess að fæta B þannig að þeir eiginlega bara festust bara og svo var bara Rex að slowpíka í þá og þú veist, með vappan það var alltaf kill. Það var svolítið verið að treysta á, sýndist mér að sko myndi ná e-boxinu, hvort sem það væri að sko skún myndi ná killun en bara Blikk, þú veist, hann var alveg að láta vita svo var að setja pressu, þú veist, þeir komið ekki í gæðin en hann var ekki að gefa neitt. Nei. Hann spilaði vel utan um utility og þegar hann átti ekkert eftir þá var hann komið með aðstofamann til að henda molla og setja smók. Það var bara að smóka í 50 sekundur eða eitthvað sko. Einmitt. Og Diglur með þessum vappa. Sjáum sennilega meiri sprengju koma út frá þessu. 3 leikmenn nokkuð nefn tilbúin í mollum hlúðurast. Ekki ná þessu, er hann að bústa ADHD upp á rauða kassan. Ja, Dómi kom á vappan. Sýnd okkur í hverju þér býr. Já. Bringið sko. Ég meina verandi ekki vappi og eins og actionun á hann þar sem hann var þarna, þú veist, maður skilur að láta klikka það. Þú veist líka að reyna á svolítið svona skot út í loftið, en maður sér það líka bara á honum hvernig hann hreyfir sig sko, þetta er ekki vappi. Nei. Just you wait, segi ég. Já, ég býð spenntur sko. Allavega 1 kill, 1 kill. Já, akkurat. Situr hann og bara hlæra Æ, ég elska þetta sko. En Vappin er allavega að gera rétt þegar hann er að flassa sér stað leikmennina sína inn, hann að so far so good. Vappin heitir ekki Vissjart nær Diglu killi en meira verður það ekki. Nokkur hreint fyrir Þór og bara án þess að ég tók eiginlega eftir því, þeir eru komnir upp í 11. Þetta er auðvitað bara sko saga Forza í second round sem er auðvitað ógeðslega risky, payaði ekki off. Eftir það, ég meina þeir hafa, þetta var í raun annað gunnrandu þeirra. Í 5 roundum var þetta annað gunnrandu þeirra. Núna fá þeir 3. gunnrandu sitt, en það er með ADHD á Mach 10 en ekki vappa. En þetta er búið að vera, þetta er búið að vera svolítið erfitt fyrir þá þannig lagað sér sko. Fyrstlega hérna sæt og þetta er öflugra, líka góð byrjun fyrir Skún, hann er ekki búinn að eiga góða leik, fær 2 opnanir þarna, 5 kills á honum, bomba 5 niður, 2 leikmenn eftir fyrir Þór. Mér sýnist þeir vera bara komnir með þetta, sjáðu hvað þeir eru lágir. Það er samtals 50 HP eða eitthvað svo á 4 leikmennu, þetta er svakalegt, og aðeins meira, en þetta er vissart eini eiginlega sem að geta sendið þetta hönd, sko, þannig að hvað er þetta, 50 ADHD og Skún, svo 77, 81. 81. Ég er svo lélegur í 83, nei býttu, nú er það ok, reikna með það. Er þau undan chatinu en ég? Ekki lengur. Nú er þetta 56. Nú er ekki hægt að veikna. Ég er svo lélegur í hugareikning, sko. Ég er nefnilega góður í hugareikning en það er svona ákveðin pressa yfir mér að vera líka í útsendingu og að eiga að vera að tala og þú ert hérna og þetta er ekki að sama á sita. Mikil pressa frá mér sko. Og er svolítið svona stara á mig þegar ég er að reyna að reikna hérna. Sko. Ég er sko bara, ég er í einhverju prófi skilur og ég er með 7+6 fyrir fram mig. Ég sko quadruple checka niðurstöðuna mína. Er það? Fyrir þetta auðvelda reiknstæmi sko. Ég reyndar skil það sko. Ég er alveg ríkalega lögur þegar það kemur að einhverjum hugareikning sko. Tölur er ég fínn með sko, en ég skil alveg þetta mentality sko. Þetta er... Get ekki sko. Ég meina maður sér þetta líka. Ég næ ekki að halda tölunum í hugunum á mér sko. Þannig það er, leið að ég hætti að hugsa hana, þú veist, ég er með 2 tölur sem ég ætla að leggja saman. Já. Ég legg eina töluna saman við hina og svo er ég búinn að gleyma henni. Svo ertu búinn að gleyma henni, hún er gone. Hún er gone. Pressið er gone, mittið gone.
Saga koma seintin í leik en Blik vinnur þennan slag samt Vissar. Új, spottar hann á smókur poppar, singlar hann. Mér sýndist það, ég held að Nói hann var að one-tappa annars bara gegnum smók. Ég veit það ekki. Allavega heyrði í honum en 4-3, ok, þetta lítur vel út fyrir þá. Þeir eru búin að taka núna 2 ránd í röð allavega og Eiga bæði, eiga reyndar ekki aðlingur, en eiga B. Sko, heldur að þetta slái Þór eitthvað niður? Nú peningurinn þeirra... Já, þetta er 2 svona ránd í röð, það sem áttu engan sjans. Það er erfitt, sko. Þetta er samt svolítið brotætt hjá Sögu, sko, rándað undan á A-inu það var svolít. En þetta ránd vinnst basically að því að Wizard nær að lörka út mitt, nær að pressa frítt og nær svo 2K spreyta á henni í þristnum. Þú veist, það er ekki, þú getur ekki beint byggt ofan að það, skilur. Nei, enga veginn. Svo Dómatna kemur í baki í Farró, þú veist, þetta lítur allt rosalega vel þegar enginn er að horfa að þig. En við segjum nákvæmlega sama bara þegar þeir eru í sama slag og eru að tapa þessum slögum. Af hverju eru þeir vonið von? Já, Wizard hefði bara getað dáið hérna. Þessi hefði náð honum og það bara, hvað var hann að gera með? Einmitt. Lítur vel út ef þetta lítur vel. Betur út fyrir Sögu, 8 ránd núna. 2-8. Eiga líka rúm fyrir smá error, eða þetta eina ránd. 7. 3-7. Ég meina, já, þetta er alveg fínt kaup. Þú veist, þeir hafa ekkert verið að spila þannig leik að það skipti ykkur máli hvort það séu með 3 rifla eða 5. Af því að þú veist, þetta ræðst alltaf á fyrsta kontaktinu. Þannig að þú veist, verður bara með rifla á fyrsta kontaktinu og skiptir ekki máli. Þeir eru mjög mikið að stýra tempónu núna hjá Sögu. Sjáum ekki eins mikið spamm út í loftið hjá Þorstmönnum, en þeir eru ennþá að spila saman. Framar, uppi hvort annað. Blik á MP9 eins og alvöru in-game lítir. Það er Famas. Þór eru að gera voðalega lítið svona með að við það sem er að eiga. Ég meina, A-vörðin þeirra er MP9 og Famas, það er ekki beint. Og skuggum tók á undan. Ok. Þarna er eins og svolítið hægja á sig. Allavega faraði saman með þessu. Dongs keyrir út, nær einum árun að hann dettur en þeir eru allavega konum með svæðið. Viktor ætti að geta sett sig í plantina. ATHT með línuna, færi sig yfir. Viktor nær honum mjög lágum og ATHT klárar. Þannig að 3v2 núna, ATHT væntanlega að halda þessu og Rex refsað. Blik einn eftir, in-game líturinn sjálfur með MP9-na en hauslaus. En hauslaus. Bæði í því sem hann er að gera og að hausinn er farin á honum. Þetta var nice. Þetta round var samt mjög gott dæmi hvernig þú átt ekki að hafa spacing þegar þú ert að enter a site hjá Sögu, en þeir náðu að redda þessu. Það var MP9 nær killi og nær að bakka. Ég meina, ef hann svingar aðeins fyrir út þá er hann örugglega annan gæja og það var enginn ready að treyta hann heldur, sko. Wizard er on-one í dag, sko. Og það fer aftur, eins og þú segir, fyrir utan en veit ekki hvort að Wizard sé að, sko, þannig að meðan Tímbrá verið í gangi þá var hann að spila ógeðslega mikið. Hann spilar ógeðslega mikið að face it. En ég veit ekki hvort að það sé ennþá þannig. Ég veit ekki hvað hann spilar mikið, sko. Hann var alltaf, hann var eins og varkurinn, sko, bara solo-queua endalaust, sko. Já, það. B-stack. Já, þetta er B-stack og það er að virka. Þarna sjáum við 5-7 gera ógeðslega mikið skada en þeir ná samt að bjarga þessu rándi en þetta sýnir þetta var hættulegt þrátt fyrir kaupið en nú eru svolítið mikilvægir ránd framöndan fyrir bæði lið. 11-10 en þá eru Þór með forskoti. Kaupið er að fara að vera fínt beggja megin. Vappi á Rex. 17 kilo honum. Æsi 21. Æsi líka, hann er að sækja sér MVP í kvöld hinga til. En ef ég horfi hinum einn þá þyrfti ég að segja að Wizard átti 2 góð möpp. Það var mikið að spamminginu smoke og svo náttúrulega sjáum við líka bara hversu impactful þessi entry eru hjá honum. Rex á réttum stað, skún refsað strax. Tempóið heldur áfram. Smókurinn nóg og snöggur til að stöðva þetta alveg. Þetta stoppar allt. Já.
Og sér það líka, þeir vita það að þetta átti að vera loka niðurstaðan hjá Sögu og í því þá fer Blikk dýpra á B-sætinu, komin djúpt hérna út núna. Þeir gefa svolítið Electric og það gæti enda vel fyrir hann, en annars þyrfti hann bara að spila þessa post-plant stöðu. Þeir eru komin með mann inn á B núna, Æsi, komin til að aðstoða Mollar að góðum tíma líka. Tímasetningar mjög góðar, Grenan enn betri. Einn frá himnunum þarna. Æst og öllu, Saga ætla að mjólka þetta ránd eins og þau geta. Ná mögulega bombuplanti sem að væri plus til að fara í restina, en sér að þetta alltaf einn. Klikkar næstu í á Blikkarna, en vita líka hvað síðasti maðurinn núna. Það eiginlega ómögulegt fyrir Viktor. Eina góða að næsti maður á stað Lár, eða segi ég, Rex nálægt hérna. Spilar þetta svo vel núna. Einmitt að spila af hvort öðru. Hann beitar skotið, kemur sér í aðra stöðu. Nathan gerir ekki mikið. Nei, býttu, hann nær þessu og hleypur inn á milli. Býst aldrei við pressa. Nei, það er enda rétt. Býst aldrei við pressa og pressa líka bara, hann einu skrefa undan. Hann alltaf að fara að fá þetta kill. Planti ekki safe. Nei, einmitt. Hættulegt, þessi anda léttar þarna, sko. Nei, í alveg, ég skil það vel. Ég skil það bara mjög vel, sko. En það góða að þeir halda fókus. Já, þetta gerðist, en það ennþá möguleiki að hann geti farið aftur á B, þannig að pressið svolítið bara að spila. Það crazy hans ég enda á sillu, sko. Já, nei, alveg. Bara aldrei að fara að brúast við þessari stöðu, sko. Það er crazy að pressa sig ennþá þarna. Hann sé ekki komin nær Electric, sko. Bara hann sé eitthvað starf annars staðar, sko. 12 round fyrir Þór núna. Þeir eru komin með map og match point. En ennþá slagurinn í gangi hjá Sögu. Komin með opnunna þar. Getur Saga að dreigja þetta í overtime, eða erum við að horfa á Þór tryggja sér spot í playoffinu. Blikk einhvern veginn bara lengst úr B. Þetta getur þýtt tvennt, að hann sé einn þarna, en líka bara að þeir eru með map controlið. Af hverju eru þið? Þið eru með mann í bak. Hvað erum við að gera? Bítu. Þessi fellur. ATHT veit núna að flanki komið í sig, þannig að það eiginlega bara einleik, það á A, en það skiptir ekki máli. Það bara ekki nógu mikið af mótspyrnum þar. Stjáni einn hérna uppi, reyna að geta haldið einhverju svæði, en þeir missa þetta frá sér. Blikk sem að var með gullflank er núna einu maðurinn eftir lifandi og ekki að fara að reyna þetta. Þeir eru að fara að reyna á 13. og síðasta rándi mögulega í þessum leik. Hvað erum við að gera? Hvert höldum við að þeir séu að fara? Nei, alveg nei. Það er rétt. Þú ert með flankið það djúpt, sko. Ég veit ekki hvort að, sko, þeir gáfu náttúrulega Electric fyrst eftir að þeir missa mann þar, sko. Það er kannski einar að þeir vissi ekki alla leikmennina, en þeir voru búin að láta svo vita af sér. Hann að solo-pusha alveg ég veit ekki með það, sko. Þetta er alvöru bara hvað erum við að gera hérna. Það er svo gaman að hafa svona brútal í svona leikmann sem að setja frá players perspektív bara, strákar, hvað erum við að gera? Já, þetta var, þetta er round sem að, eða það sem leik, þeir verða á kottanum í kvöld og hugsa bara, wow, hvað var þetta, sko. Já, svo er það, ef við tapum þessum leikinn. Já, ef við tapum þessum leik, þá, þú veist, þetta var, leikur var unnin. Nefnilega, Nú eru þeir að MP9, tveim. Nefnilega. Svo sem enga veginn búið, þeir eru ennþá með þetta létta öryggi yfir sér að vera komni með 12. rándið, en ekkert flass. En vilja væntanlega kláta hérna, en fá treytið fínt, en Skún treytir að strax tilbaka og halda þeir yfir höndinni. Þrír eftir núna hjá Þór og Saga ætla bara að koma sér strax í að vera rólegir. Já, láti ekki neitt heyra í sér, en með sín þeir ætla að henda í snöggt og fljótt execute á B. Eina sem að Þór getur þakka fyrir núna er að þeir eru á réttum stað. Eru þeir að feika þetta? ATHT slefar í þessa línu, þeir eru ekki eins að fara B. Þeir eru að leika sem er Þórsleikmenn. Hvað sagði þér, 25-23? Ég sagði það.
Ég veit ekki hvort ég hafa tíma í það, sko. Nei, MR12 sem betur fer. Þetta er búið að vera fljót 3 leikja seríu og það er út af því að við vorum í 13-4, 13-3 leikjum á undan, sko. Þannig að þetta skrítið að þetta sé búið að taka svona stutt. Af hverju eru að þessu? Bomban komið niður, 3 í póstplanti. Rex og Blikk koma báðir hérna frá City hliðinni. Vita ekki af báðir en ætti að gera það núna. Nei, ekki ennþá kláraði. Blikk gæti ekki 1 kill hérna. Kemur sér að vappalínunni. Gæti heyri í sér en ATJ alveg sama. Stekkur í stólnum. Sáttur eða hafi náð að draga þetta alla leið í overtime. Og það er Heimur þar sem að Saga nær að bakka þetta alla leið í sigur og koma sér í playoffs. Eða ætla Þór loksins að hrista af sér riðið og fara með þetta þangað sem þeir voru komni með þetta. 11, hvað var staðan á versta tímabili? Við vorum með 11-6 leik allavega. Já, 11-6 er það svona senast sem ég man eftir. Ég get bara the power of computers. 11-6-12-7. Nei, ég veit ekki. Ég nota bara þessa glæsulegu Lenovo Legion Gaming tölvu til að komast á stórunni. En eins og Legendi segir, það er bara 2 rústmöpp, þá er 3. mappið alltaf close. Já, það er sagan. Þeir eru allavega að fylgja skriptinu, við vitum það núna þá. En það er ekki að sjá nefnilega rondin sjálf. En ég náði hins vegar að spoila fyrir mig þetta ránd, þannig að ég ætla að þegja. Það er svo leiðis. Æja. Það er að lefa þér að kasta þetta og ég veit niður. Já, það máli. Já. Go crazy. Go crazy. Ég vissi ekki að það væri svona mikið delay á þessu. Það væri bara 10 sekúndur. Það gæti verið að rándi klárast eftir 5 sekundur. Það gæti verið. Þetta settur bara allavega gott. Ég sá bara 1 ránd. Skúnar har labbað inn í þetta örugglega dræ, ekki með neinu flasti og hann deyr. Hann þetta næði trippinu með að það fellur leið. Stjáni í hliðastinni hefur ekki tíma fyrir þennan smók. Hún var núna Rex nær honum og Viktor er ekki á neinum stað sem að skipti máli. Nei. Nefn að hafi séð hvernig skorið endaði. Nei, ok. Nei. Eða hvað? Er ég að ljúga eða ekki? Vonuð 3 kannski. 30 sekundur eftir, bomban inn með moppinu. Já. If you only knew, sko. Allir að tala um þetta. Ja, og tölvan ekki fyrir fram að mér núna, þannig að 13-12, ok, Þór allavega komnir tilbaka núna. Þetta var svakalegt aðsetup, ég held að þeir fóru í þetta setup úr spawni og fyrsta kontat í þessu setup var 40 sekundur eftir á rondinu. Þeir sátu hana í 1 mínútu og 20 sekundur bara í þessu setupi á hennu. Já, það. Ég held það, sko. Þóli maður. Það er alveg verið. Líka þeir voru bara, þeir voru 4 eftir. Rex er búinn að vera að taka þess á línum mjög mikið og hann er alltaf fá línan, hann er ekki alltaf verið að skilja sig. Ó, Nathan, ég reyndi að sá það ekki, hann nær tagginu og hann klárast. Hann hefur alltaf fengið taggið, sko, en núna var Nathan ready að klára líka. Þetta var smart. Já. Þetta er líka smart að bústa hérna við. Inn í smoke. Það er reyndar insane, mesta ADHD play sem ég sé, sko. Við erum cooking, ég veit ekki hvað við erum cooking, en við erum cooking. Og eina spurningin að taka kökuna út á réttum tíma og svona brenn ekki. Það allavega fínt, svo sem miðað við aðstæður, allavega enginn að taka mótis og hann er komið svakalegt nokkuð með vappa líka. Það er að með vappa í lurki mitt, eða hvað? Þið þurfa nú, eftir setup í seinast rándi, þá þurfa þið nú að vera aðeins öryggar í A-lobby, kannski að flassa sig inn eða eitthvað, sko. Þannig að Þór ætti nú að vita að þetta sé á leiðinni. Ok, hann er reynda komið riffil til sín í miðu, þannig að núna er þetta... Og Rex gefið miðu. Þetta er bara 100% splitt. Þetta er bara, já, þetta er bara perfekt round fyrir sögur. Engi leið þar sem þeir eiga að tapa þessu og sést það bara hér hreinsa þeir fengu bara allt sem þeir vildu. Já. Bomba niður og ég er samt að fara að þessu kanna málið sýnist mér hjá Þór en ef að sagði ekki mikið neitt
3 og 4. Mikill skaði sem að Mollin gerir hérna. Leikur komin upp. Svolítið klöfulegt. 1 HP eftir á Dom. Blik nær honum. Þeir eru 3 eftir núna, en er þetta ekki svolítið erfið 3v3. Þeir eru með gitt. Þeir eru með leikmenn ennþá. Þeir eru ekki með tíman og þeir eru ekki á móti lélegum vappa. Það er ADHD sem með fjarkan hérna og gulltryggið þetta fyrir þá. Þetta er svo öflug flikk hjá honum að það bara hristist allt hjá honum. Hann er svolítið svona, þetta er svolítið svona flick and pray, sko. Já, það var alveg bara kameran var bara eins og hann var út á sjó, sko. Manst þú eftir tímabilinu þegar sko menn voru að svolítið að setja út á, það var eins og sko þeir sem voru að flikka svona mest flashy flikkunum. Það var alltaf með á gæjan og sem svo flikka í burtu. Það var eiginlega það sem að að leita alltaf miklu öflugra út heldur en að fullt af veð. Já, eins og hann væri bara með eitthvað sleggju. Já. Það er svolítið svona playstil sem að maður sá marga svona bad habits sem að maður sá marga taka með sér, sko. Já. Svo nýju leikmenn. Eins og að taka hnífin upp á stað svo þarf bara enga veginn að vera með hnífin upp. Þetta var við. Á flassinu? Já. Það var skoppaði það, jú. Það lenti í bekknum henni. Já, ok, hétti. Ég lík. Ég lauk. Helvítis lígari. Klemman á B. 3 leikmenn. Viktor, 5 opnuna, ok. Kom betur út, æsti með 2 manna spraydown. Við svo treytar en samt gott. Bomban verður plöntuð, hann klárar hann í gegn, heyrir að bomban er á leiðinni þarna niður og þetta er erfitt fyrir Vissart. Meiri segja þó hann reyni að planta á sama stað. Já, þetta er búið. Blikka með þetta. Blikkar þetta. Það er svona þegar svona moment gerast þá ég finn fyrir komsonum í Þór þarna. Ég með hann, þetta er frítt. Ég skil það vel, það er svo ógeðslega erfitt að drepa gæja sem er ekki að horfa á þér, sko. Það er það. Því hann hreyfir sig og svo fyrir hann hátt. Ég veit það. Því hann veit ekki af þér, sko. Já, hann er ekki að jiggla á móti þér, hann er að jiggla, þetta er reverse eitthvað. Líka svo, já, líka þú klúðra fyrstu kúlunni þá kemur svona smá ups. Hann var strax farin að sjá fyrir sig klippuna, allir að gera grína þér og eitthvað áður í miðju spreyi ennþá, sko. Ég þarf að hætti CS og... Já, ég þarf að retæra. Ekki rétt á, það er góð það. Ég ætla bara að spila Valorant eða... Ok. Wow, hann committaði í þetta, sko. Vissi að hann væri klárað nóg. Vistu það endaði bara á því að vera nóg. Pressur kemur síðan að klára það sem að Blikka gat ekki. Þór, allt í einu snýst þetta svolítið við. Saga ekki alveg að skila því sem að þeir vilja hérna setja megin. Eiga vonandi nóg eftir í tankinu til að draga þetta aðeins lengra. Skún búinn að vera að eiga erfiðan leik þó hann hafi átt sín moment en þurrkaður út hérna Vissart með 27 kills langefstur á server stutt eftir æsa Veist hvað, það væri ógeðslega að finna ef þessi leikur actually endar 25-23 Það væri gegn það væri svo cool af því að ég prediktaði ekki í ára mappi byrja ég prediktaði fyrir fyrsta mapp held ég Það ekki, voru við ekki að djóka með það? Jú. Það verið highlight of my career, sko, held ég. Þetta er ekki búið núna. Þetta er greina ekki. Það er alltaf að, Saga voru í þessari stöðu áðan, 2 undir Þór og engin ástæði fyrir að þeir geti ekki gert þetta aftur. Þeir eru búin að vera að spila betur og meiri segja að Þór svolítið, það sér alveg sko sprungur í exitunum hjá þeim en þeir eru
samt nógu aggressífir og þetta er það sem heldur þeim svolítið gangandi. Það eru multifröggir sem að koma. Fyrst var það Icy, nú er það Blikk og AD fellur og þetta lítur út fyrir að vera endalögin. Wizard og Viktor, 2 sterkustu leikmennir eftir hjá Sögu, en það er erfitt task framundan. 4 eftir, vita af einum. Wizard er ennþá að pæla í rotate eða flanki. Hann er að skoða lurki í miðunni bara. Þótt að þarna Blikk gerði... Þetta er leiðilegt við. Já. Ég held þetta sé aðeins svo stór pakki. Engin smók. Þar höfum við það. Niðurstaðan endar þannig 16-13 fyrir Þór. 3 möpp, fórum alla leið. Fengum góðan leik í lokin. En ég bara næst í trú ekki að við höfum verið í best of 3 með eitthvað fyrstu möppin voru fljóta að fara í gegn. Nei, ég bara stóluðum á að Núbis til að gefa okkur leik og loksins kom það. Sko, ég var að tala um eitthvað MVP áðan og það ég var svona að reyna eiginlega að púsla saman gögnum fyrir mig, sko. Ég er með svona, ég er með blað, sko. Ég er með minn MVP, en ég ætla samt að spyrja þig sem er oftast traditioni að hvern þú myndir setja MVP og þú auðvitað ræður þig líka. En ég held við séum með sama mann. Gæti verið. Rex. Ég var ekki með hann. Jæja. En sko, ég skrifa Icy í þessu, sko, í fyrsta mappi þá var hann að fá svo geggjuð entry sem var líka ástæða fyrir að, var reyndar engin ástæða fyrir að þeir, ég bara svona horfði bara á third map, sko. Map 1 og map 2. Mér finnst nefnilega það líka vera réttast og þar var hann með mestu killin, 27 kill til að loka leiknum og þannig að, og hann átti náttúrulega stór moment í þessum leik líka, þannig að Icy, þú tekur MVP með þér heim. En þetta þýðir að Þór eru komnir í playoffs og Saga fá annan séns en enda í 2-2 bracketi og verði þá spilað næsta 5. dag, þar sem að Tommi og Óli býst í við, taka við okkur. En einhver fleiri notes frá þessum leik, þú veist, við vorum ekki sáttir með hvernig bæði lið voru að spila allan tíman. Það er örugt. En hvað hefði mátt fara betri á sögunum í lokin? Þeir voru að koma hægt og rólega inn í leik. Það var eins og þegar pressan var á þeim, þá kikkaði eitthvað í vélinni, en það var bara ekki nóg. Já, sko, þú veist, ef maður horfir á Nuke hjá þeim, Nuke var bara alveg fínt. Þú veist, það er ekkert, þú veist, ég held að þeir geti, þótt að þeir voru ekkert að spila eitthvað frábærlega, þá voru þeir að spila það þannig að þeir geta alveg unnið flest öll liði Nuke, held ég. Já. Þú veist, og á betri degi þá eru þeir örugglega bara alveg í góðum málum þar. Og Anubis, þú veist, að vinna eða komast svona nálagt á móti Þór sem að spilar örugglega mikið meira Anubis heldur en þeir. Það er líka gott merki og ég held að þetta sé gott merki fyrir Sögu í 2-2 brackinu því að ég held að það sé mjög mikið að liðum í 2-2 brackinu sem þeir gætu unnið. Jafnvel í forminu sem þeir sýndu í dag. Þú veist, það er ekki eins og, þú veist, þeir alveg koma inn bara held ég í góðum séns í næstu umferð. Hafa advantage með mapbólið sitt og playstylið þeirra líka. Hann er rosalega svona óskrifaður. Við vorum að segja það. Þeir eru að spila svolítið frjálsir og það er ekkert svo mikið sem þú getur lesið úr þeim þannig hvað var það liðið sjálft verandi önnur lið. En þú getur reynt að lesa leikmenn og það er náttúrulega, maður þekkir einhverja sem eiga sín svona ADHD með unique playstyle. En þegar hann er on þá er hann on. Hann virkar. Og það var ekki alveg nóg til að draga yfir sigurlínuna núna, en þeir dróðu út í overtime og ég meina það er bara props á þá. Fengum allavega ekki vondan leik á Sögu. Það er hægt að segja. Og Þór megin, ég meina þeir bara gera stóra verki núna sem er að komast áfram í 3-1 bracketinu því að það er alveg mikilvægt upp á sítið inn í áttalega. Þú veist, núna þeir ekki, þú veist, þeir eiga ekki fyrsta leik á móti Vega eða Dusty eða eitthvað. Og eiga þá aðeins jafnari leik og kannski auðveldir áttalega úrslitaleika áður en þeir fara þá í erfiðari leikin í undanúrslitum ef þeir sigra áttalega leikin. Þannig að þú veist, það er munur að fara 3-2 áfram heldur en að fara 3-1 áfram heldur en að fara 3-2 áfram. Því að ef þú fær 3-2 áfram þá verður í mjög erfiðum leik í áttalega. Í áttalega, einmitt. Þá ættir að lenda á móti sterkari liðum í play. Já, 3 lið sem að fara áfram 3-2, þannig að 2 þeirra fara á móti Dusty og Vega og 3. liðið fyrir á móti sterkasta liðinu í 3-1, þannig að... Ok.
Ég er með hérna leikina fyrir fram að mig sem að voru að spilast á sama tíma og vorum að lýsa þessum. Við erum með 2 leiki sem eru í gangi. Íslenska anime samfélagið, þeir unnu leikina móti Geir H 2-1. Fóru í 3 möpp, en svo ennþá erum við með í gangi Hjóla og Enska móti Vata. Hjóla og Enska endaði að sigra seinna mappi, ég man ekki hvort það sé mappikið þeirra eða ekki. Ég ætla að tjekka hérna hver staðan er núverandi. Nei, þeir voru að hoppa í lobby á 3. mappi, þannig að ég veit ekki hvort að ykkur sé að streyma. Það íslenska anime samfélagi sé þá komið áfram 3-1 Þeir eiga að vera komnir áfram, og Geir H eru þá í 2-2 bracketinu. Sennilega, ég get séð það bara hérna með þessi á skorinu held ég sko, ef ég fer hérna í þetta here, yes sir. Nei, ég er að villast stað. Standings hérna er þetta og já, þau liðið sem eru komið með, við kannski fáum bara upp hérna bracketið svo við getum svona, þú veist, sé mynd á þetta. En Vega og Dusty, þeir voru komnir áfram, við vissum það. Team Coolbears einnig, núna Þór og svo íslenska anime samfélagið voru þá að sigra Geir H. En allir leikir sem voru upp á að komast áfram eru búnir? Já, í rauninni já. Svo erum við með Hjólið á Enska á móti Vata og þeir eru að keppast að komast áfram í 2-2. Eitt af þessum liðum að detta núna út hjá okkur og ég veit ekki hvort þið sé að streyma en þeir geti fylgst með þessum challenge móti til allavega að sjá skorið en það er örugglega ykkur að streyma. Allan einhverjum, það eru margir leikir í gangi en það er líklegast verið að streyma einhverjum leik sko. Já, mér er allavega ekkert óvart sko. En þetta ætti alltaf klárast, ég held að seinast leikurinn fór í gang kl. 9 þannig ég held að allir leikinni séu að fara að klárast í kvöld. Jú, þeir klárast í kvöld og við munum næsta umferð kemur þá líklegast samfélagsmiðla í fyrramálið og við verðum alvöru umferð á 5. daginn. Nefnilega. Mikið þarf breykið þar sko. Eiginlega og ég hlakka til að sjá hvaða matchup við verðum með. Saga verður eitt af þessum liðum, Geir H og svo Aurora. Svo erum við, Vata eða Enska, annarkvort. Já, annarkvort og annarkvort. En við kannski gerum okkar prediction. Hyper, Team Liquid, IA Fylkir, Hjóla og Enska versus Vata, þar sem að þriði leikurinn ekki farið inn í gang. Hvernig heldur þú að þetta fari áfram? Ég held að Vata vinni 3. Ég held að IA vinni Fylki og ég held að Hyper vinni Liquid. Ég fá engin VRS points í þessum. Majorinn er of nálægt. En já, þetta er bara staðan eins og hún er og já, næsta fimmtudag þá munum við halda áfram með þetta. En fyrir okkur í kvöld þá er þetta komið. Við þökkum kærlega fyrir áhorfin og hlökkum til að sjá ykkur í playoffs og líka á fimmtudaginn til að klára síðustu 2-2 leikina. Takk kærlega fyrir okkur.